Komið sæl, góðan daginn og verið velkomin að Rauða borðinu í helgispjall. Þá fáum við til okkar gesti til þess að ræða í rólegheitum líf sitt og svona kannski aðeins á öðrum nótum en í vikunni þegar við erum kannski svona dálítið fagleg og erum að afgreiða einhver mál og svoleiðis. Núna fáum við innsýn bæði auðvitað í málefnin en líka í manneskjuna og til minni komin mjög góðu gestur. Það er Andri Snær Magnason, rithöfundur. Takk fyrir að koma. Sæl, takk fyrir. Það er svolítið svona, manni finnst maður að vera eiginlega... Vá! Vú! Ef ekki ná ég bara... Erum við að taka þetta eftir? Byrju, hvað var nú þetta? Varstu bara búin að drekka aðeins svo mikið kaffi eða... Ég er búin að fá 3 heima, eina könnu á skrifstofunni og svo þess aftan að þetta það var svona sjálfvirkur sleppbúnaður. Og ertu með svona sjálfvirkan búnað í ýmsum málum kannski inn í þér? Kaffivélin, erum við í viðtali núna sem þetta, já, kaffivélin mín var að fara í viðgerð og hún er búin að búa til 13.000 bolla og ég er svo eina heimilu sem drekk kaffi. En það er á 10 árum, sko. 365 dagar í árinu sem 10, það er samt bara 3650. Vá, þú strax byrjar í tölunum, ég man einmitt þegar þú komst sterkur. Það er svona næstu 5 bollar að daga meðaltali. Já. Úr þessari vél. Já, við vona þessi gott kaffi. Og svo er ég alltaf í mánaði sumarfrí út á landi og svona, þannig að þetta merki að ég á að slæka þessu kaffinu. Já, endur við svona, að morgni dags í róliheitum og þótt að sé mjög mikilvægt að drekka kaffi á morgnana, þá er gott núna við erum ekkert að fara að afgreiða nein mál. Við erum nú stundum hist og verið að reyna að afgreiða einhver mál eftir hrunið og það þurfti að ræða orkustefnu Íslands og náttúruverndina og það er reyndar þeirra að afgreiða nokkur mál, sko. í því ennþá, sko. Það er aðeins slagnað á umræðinu þar. Já. Finnst mér svona frekar hressilega. Já. Líka bara svart breyst. Það er næst eins og tilfinningi okkar fyrir Íslandi hefur breyst einhvern veginn með ferðamennskunni. Ég veit ekki, get ekki alveg lýst því að það er eins og eignarhaldið að færst yfir í að þetta sé einhvern annar mál. Að Ísland er bara eitthvað svo vettvangur svona fyrir skoðunarferðir en ekki lengur eitthvað svona. Já, ég veit ekki, það er þess að lýsa því. Ef að íta á sko frestunartakkan á því umræðuefni, en sko ég er alveg sammála að það þarf virkilega að afgreiða, en spurningin er hvort við þurfum að afgreiða akkurat í þessu spjalli, það er spurning. Það má vera næstu spurning. Að það má svona, það er svolítið svona dugnaður í þér og kraftur, drifkraftur og manni hefur svona fundist að þú vilt ekki láta þitt eftir liggja svona í þjóðþrifamálunum, hefur komið sterkur inn, náttúrulega skrifað Draumalandið og það svolítið umbylti svona eiginlega hugsun eða umræðu umhverfismál og náttúruverndarmál á sínum tíma. Sú bók er 20 ára næsta ári. Hugsa sér, já. Já, svona líður tíminn, sko. Og eftir á ekki þá var það svolítið svona að ég horfi á þennan unga mann eitthvað 32 ára eða eitthvað þegar hún kemur út. Það var þetta alveg svolítið svona, það er ekkert margir 32 ára núna sem kýla á eitthvað svona átak, sko. Þannig að þetta er nálega ágætlega gert hjá honum, sko. Þessum strák. Já, þið ekki vænt þennan dreng þarna sem jú, þegar ég segi þess að ég er alveg, þegar maður horfir svona 20 ára tilbaka, þá er þetta alveg bara svona, þetta var alveg svolítið átak, sko. Já, því þú fækst líka svo mikla athygli og þetta varð svo það varð eiginlega líka bara einhvern veginn, það er svona ákveðin synkrónisitet svona, þú veist, það var líka eitthvað í tíðarlandarum þannig sem var tilbúið fyrir þessa bók. Já. Þannig að þú eiginlega tók maður eftir, þú varst svona eins og sendiherra þessa málaflokks einhvern veginn, kannski mörg ár og þú veit kannski ekki hættur er ekki verið að opna umhverfislistaverk í Himalajafjöllum núna eða? Jú, náttúrulega sko upp úr Draumalandinu kemst ég náttúrulega í samskipti við lendi bara á kafi í umhverfisumræðinni
Og þá var það mjög lítið lofslags og svona hnattræn umræða í Draumlandinu, miklu meira bara íslenskt landslag, hálendið og kannski tengingu við skemmdir sem að stórfyrirtækin sem eru starfað hér væri að valda út í heimi. Og þá kemst ég í tæri við mikið af náttúrulega. Ég hugsa oft sko hvernig ferillinn minn hefði orðið ef ég ekki gert Draumalandið. Það sé ef maður hefði ekki lent í þessum slag. Þannig að ég hitti daginn vinkonu mína sem að hefði verið í þessum slag og vorum að ræða svona hvað þetta bara breytti miklu í lífinu sko. Og þarna það var talað við Sigurð Þorkels heimspeking og hvað þetta beindi okkur svona í einhvern veginn allt aðra átt heldur en maður hefði bara kannski farið í einhver svona línuleysu samfélagi sem hefði ekki hrint mann inn í svona átaka stað. Þannig að ég kemst í tæri við mikið vísindafólki og náttúruvísindamenn og síðan fer ég út í heim að tala og bara svona dýpka í þessu og enda þá á því í rauninni að mér fljótlega eftir Draumalandið fæ ég hvatningu að skrifa loftslagsmálin. Og þá hugsa ég bara, ok, ef ég er heltekinn á einhverjum 50 ferkílómetrum upp á hálendi Íslands eða einhverjum fossum hérna, meikar eitthvað sens að fara að hafa áhyggjur af bara allir í jörðinni, öllu þarna, já bara öllum tegundunum, allir í framtíð bara, hef ég andlegt þrek í rauninni til að takast á við það. Og í rauninni hafði ég það ekki þá, sko. Það er að 2009 má segja verkefnið að vera svona eiginlega komið upp á borð hjá mér, sko. Og ég hafði bara alls ekki þrek í að fara að hafa áhyggjur af fleiru heldur en ég hafði haft áhyggjur af þá þegar eða sett að skipta mér að málum. Þannig ég gerði, heimildamyndin kom og tímakistan kom sem var bara í rauninni bara eins og setja hreinsiefni gegnum líkamann, bara setja hreint ævintýri og bara allt annað tungumál og síðan og ég held ég að mér þess að fara í burnout eftir Draumalandið að hún átti að koma út í Svíþjóð, mjög góður útgefandi, var búin að kaupa réttinn í Svíþjóð og það eina sem vantaði var formáli sem var sko bara svona 2 blaðsíður eða 1 blaðsíða og ég gat ekki skrifa formálan. Ég bara opnaði talan og ég fekk bara svona líkamlega höfnun og svo var útgefandi að ætla að senda formálan og ég sagði já, þetta lítur að koma á eitthvað og síðan bara hugsaði ég bara, betur langaði mig að koma út í Svíþjóð og að ég færi að tala hann aftur í einhverju viðtölum í Svíþjóð og þá fekk ég bara kuldarhroll og bara lömun í líkamann, bara nei, ég ætla ekki að tala hann aftur og svo átti hún að koma til Ameríku og það gerist aftur að ég gat ekki hugsað mér hún kemi út og ég færi að fá spurningar hana og ég færi að tala hana aftur og síðan þegar eins og málið með hvalá og þetta kom upp og fólk var að spyrja, viltu hella þér inn í baráttunni? Ég bara alls ekki, þannig að ég gerði tímakistuna og hún nú komin út í 20 löndum og síðan þegar ég búin að henni og þá fyrst mér eitt að fara að gera Tímann og vatnið fjallum loftslagsmálin þá fer ég og geri smásagnasafn sem heitir Sofðu ást mín sem í rauninni bara alveg án alls aktivisma bara fyrstu persónu melankólía kannski svona bara frásögn ég kalli þetta oft svona sneiðmyndir af einhverjum sem að hefur svona verið cirka jafn lengi á jörðinni í Reykjavík og ég þannig kannski bara svona 7 sneiðmyndir og síðan geri ég þarna Tímann og vatnið og síðan svolítið eins og með Draumalandið að vinnan byrjar fyrst þegar bókin kemur út að yfirleitt fylgin eftir bara raunverulega í árinni og bera ábyrgð á því sem er búin að hleypa út að í rauninni þegar þú skrifa skáldsögu ég er ekkert að fara 5 árum síðar eitthvað að halda fyrirlestur eftir að tímakistan kom út. Ég meina tímakistan er komin út í 20 löndum. Ég held ég hafi ekki farið eitt einasta ferðalag út af henni, sko. Nei. Ég hef ekki búin að halda einn einasta fyrirlestur. Ég er bara ekki búin að gera neitt. Og ég var með þarna
Zoom-fund við 300 tyrkneska krakka bara þar síðustu viku og í einhverjum 3 sölum samtímis á degi bókarinnar í Tyrklandi og tyrkneskir úlingar var ég svona spurt og svarað, þannig að jú, ég geri það en þessi bók þetta er bara allt annar skali sko. og eins og sé, Lofstar, Tímakistan, bara Sofðu ást mín, bara þessar bækur, það er bara koma út snirtilega og það eru bara til, stundum endurprentaðar, stundum gleymast þær, stundum fóðu smá athygli. En svona verk er bara allt annað, þannig að ég er allt í einu sko, og hitti útgefanda minn í Svíþjóð núna í síðustu helgi, og hún var bara, það er bara mjög sjaldgæft að höfundur sé nokkrum árum eftir að bókin kom út, bara með einhvern stóran performance í Stokkólmi og þá var ég núna bara síðust helgi var ég að koma fram með Kronos kvartettinum í yfirgefnu kjarnorkuveri sem er í miðborg Stokkhólms sem er orðið einhvers konar samkomustaður 50 metrum undir jörðinni, maður fer niður í jörðina með einhverju mjög skuggalegri lyftu og það er svona salur og það er búið að tekna hnitakerfi í allan salinn og spreyja eitthvað inn í hvert hnit, þess að 1 fermetra hnit og þá var þetta geislunin sem að mældist á hverjum fermeter þegar þeir lokuðu salinn, en hún var öll undir mörkum sko, en það var bara, þetta var svolítið, já, þannig að ég kom þar fram með Kronos og síðan í mjög sögufrægum jazzklubbi sem heitir Nalen og var þar með smá performance líka með Kronos, þannig að En er þetta ekki líka að því að þú ert sko skrifa bókina sem er eins og ég sagði hittir inn í samtíman en er líka undan sinni samtíð þar að segja eða einhvern veginn þú veist, er í upphafi einhver tímabils þótt að náttúruverndin hafi ekki verið fundinu upp, þú fannst ekki upp kannski náttúruverndin á Íslandi en það er einhver svona eitthvað sjónarhort sem að síðan er svo mikil þörf á að tala inn í áfram og enn þann dag í dag eins og segir að því það hefur því miður ekki náðust þessi hugarfarsbreyting. Það er svona í listum þá eins og það má segja sko þegar Kjarval málar myndir af hrauni og það er allt í einu áhuga á því og viðtöku hópur fyrir myndum af hrauni þá er ekkert víst að sá hópur hefði verið til 40 árum fyrir þegar við vorum bara bændasamfélag þá vildi menn ekkert fá einhverju mynd af hrauni en þegar við vorum orðin borgarasamfélag byggum í bæjum og sjávarþorpum og þá var allt í einu fegurðarskyn okkar tilbúið að sjá hraun öðruvísi heldur en bóndi sá hraun og vegna þess að hraun er náttúrulega bara til óþurftar ef þú ert bóndi, það er bara vesen að vera með þetta á jörðinni sinni, brýtur fætur dýrana og allt þetta en þannig að má segja eins og þegar Draumalandi kemur þá var einhver svona hugsun kraumandi í samfélaginu og ég hafði þá kannski náð að gefa mig tíma til að greina hana, skilja hana og setja fram eitthvað sem að fólk var kannski ekki búin að orða sjálft og var kannski ekki hægt að orða í einni blaðagrein eða einu mótmælum þetta var miklu lengri hugsun og þar var ég líka komin í umræðu sem var náttúrulega Draumalandi kemur út sko talandi tímasetningu og kemur samt út 4 árum eftir að Kárahnjúkavirkjun sko framkvæmdir hefjast þannig hún var náttúrulega ekki á undan sinni samtíð á þann hátt en hún samt talaði inn í einhverjar tilfinningar sem voru átt sér stað og síðan má segja Tímann og vatn er miklu stærra viðfangsefni og erfiðar í rauninni og það sem ég hef verið að tala kannski mikið í fyrirlesturum og í samtölum svona í kjölferð útgáfinnar að það er hvernig á að fjalla eitthvað sem er stærra en tungumálið. Það er að segja hvað þýðir að vera uppi á tímum viðmiðaskipta. Það er að segja þegar viðmiðaskipti verða þá erum við að færast úr einni hugsun yfir í aðra, úr einu viðmiði í annað og hverju viðmiði fylgir ákveðin heimur eða ákveðin orðaforði líka. Er þetta að tala um svona þetta hugtakana paradigm shift? Svona eins og paradigm shift. Og þú ansið mikið tölunum, hvað er paradigm shift, svona viðmiðaskipti? Það er ekki mjög oft, sko. Nei, sko, þannig að við getum tekið bara dæmi viðmiðaskipti. Það er bara
þannig að ef við værum í viðtali núna inn í viðmiðinu þar sem að drottin ræður örlögum okkar og allir þá er það náttúrulega bara vilji Guðs að eitthvað hafi gerst og við tölum út frá synd og skömm og endurlausn og þá væri það bara tungumáli sem við varum að tala. Hönd drottins ítti við kaffibollanum. Já, hönd drottins ítti við kaffibollanum eða skrattin hljóp í bollanum. Og ef við varum að tala áður kvenréttindi eiga sér stað, þá varum við að tala allt öðruvís hlutverk fólks. Ef við tölum á tímum þrælahalds, þá getum við sett að vera svona og ef það væri alveg normaliserað þrælahaldi, þá verðum við hérna að ræða bara hvernig svipu notar eiginlega á sunnudögum. Þegar þú þarft að hafa vinnandi mann á mánuði, þá værum við bara að tala eins og við varum bara mjög gott fólk. En við varum að tala bara svona inn í þræla normalisma hvernig við komum fram eða hvernig við refsum þrælinum okkar. Þannig að, og yfirleitt sér maður ekki tungumáli sitt þegar maður inn í því. Maður sér ekki normalisman. Þannig að ég nota bara svona dæmi líka hvað tekur langan tíma fyrir breytingar eiga sér stað. Við getum sagt að kvennabyltingin sé stærsta breytingin á 20. öldinni, eins og stærsta, það er margar kannski breytingar en hún er ein þeirra, en ég meina konur fá kosningarétt 1915, hinn frægi kvennafrídagur er 1975, það er 60 ár eftir að konur fá kosningarétt. Hvað eru margar konur á þingi þá? Það eru 3 konur á þingi. En samt voru konur búin að kjósa í leynd, leynilega kosningar í 60 ár og maður hefði aldrei bara, er það ekki fara að koma sér inn eða og það bara, samfélagi er ekki alveg svona einfalt, sko. Þannig að þegar ég er að ræða þá loftslagsbreytingar, þá byrja ég ofta að segja frá því bara að við erum í viðmiðaskiptum. Að við erum að tala tungumál sem er í rauninni svona, sem er með olíufæti. Það er svona eins og gjaldmiðill og gullfæti. Það er olíufótur undir tungumálinu okkar. Meira sér þegar við ræðum sósíalisma, eða við værum að ræða sósíalisma og jafnrétti og möguleika allra til einhverja lífskjara, þá erum við samt að tala um það á olíufæti. Það er að segja að ósjálfbærni nætti eiga sér stað bara dreifinni öðruvísi, sko. Þannig að það sem ég kannski er að segja er að við erum umvafin og föst inn í ákveðnu tungumáli og ákveðnu normalisma sem gerir ráð fyrir að við munum bræða jökla, sem gerir ráð fyrir að við munum lyfta hafsborðinu, sem gerir ráð fyrir að sem normaliserar í rauninni að alls konar afleiðingar sem vísindamenn hafa bent okkur á að þær er ennþá normaliseraðar inn í tungumálinu okkar. Og eins og þegar ég segi ég skrapp til til Svíþjóðar til að koma fram, þá er ég líka að tala í olíu normaliseringu, skilja hvað. Ég er bara að tala um hvernig hvað ég var góður við þræli minn, sko. Og þannig að kannski að gera fólki grein fyrir eða svona ekki ræða í rauninni hvaða þýðir að vera inn í ákveðnu tungumáli, hvaða þýðir að skrifa innan þessa tungumáls, vitandi að við erum að fara að færa okkur yfir í annað tungumál. Og það er óhjákvæmilegt. Nema náttúrulega, það er ekkert alveg víst að við færum okkur inn í einhvern heim sem er hreinn og klár og knúinn með hreinum orkulindum og við náum ykkur í jafnvægi. En bara gera okkur grein fyrir að ég er að skrifa á tungumáli og inn í normalisma sem að gera ráð fyrir og í menntakerfi sem að segir að við eigum að gera hluti ákveðin átt sem að er samt mjög líklega að fara að koma mjög niður á og áður fyrir að tala um komandi kynslóðum. Við getum miklu frekar sagt á yngstu kynslóðinni. Það er að segja, það var alltaf að tala um, sko, hugsum komandi kynslóðin. Kynslóðin er hérna, hún er í menntaskólanum, skilur. Hún er að fara á eftirlaun árið 2070, skilur. Og það er ekkert sem við erum að gera af einhverjum þrótti í dag sem bendir til þess að við séum raunverulega að hugsa um þetta. Þannig að þegar ég er með þessa fyrirlestra þá segi ég bara
þá fer ég bara kannski með fólki gegnum dilemmuna ef ég segi að sýrustig hafsins muni lækka frá 8,1 niður í 7,7 og það stærsta breytingin í 50 milljón ár og þetta muni hafa gerst fyrir árið 2100, þá þarf ég að segja fólki allt sem ég sagði merkingarlaust. Öll orðin sem ég sagði eru merkingarlaus. Ég var að segja ykkur stærstu orð sem maður gæti sagt. Ég er að segja ykkur orð sem að maður hefði ekki getað sagt árið 1950. Ég er að segja ykkur eitthvað sem enginn hefði getað sagt 1970 og ekki eins og 1990 og ekki eins og árið 2000. Vegna þess að vísindin voru ekki komin fram. Þannig ég er að tala að við erum að hreyfa við hlutum sem að eldri vísindamenn lærðu að vera fasti. Þeir lærðu að sýrustig hafsins væri svo nánast óbreytanlegur fasti. En núna þegar við sjáum fallið á því og þá er búið til hugtakun það sem heitir súrnun sjávar sem að má eiginlega segja minkandi basavirkni sjávar og þá er spurningin þannig að ég segi þeim að öll orðin sem ég sagði eru merkingarlaus. 8,1 í 7,7 er merkingarlaust. Það hefur enga merkingu. Og meira þess að vísindamenn sem kunna skala upp lotu logaritmisk fall í hausnum á sér, þeir fara ekki að skæla þá að segja 7,3 skilur. Og 50 milljón ár, það er of stórt til þess að við sjáum fyrir okkur. Mannkynið er 300.000 ára gamalt. Við erum að tala að ein manneskja er að vera vitni að stærri breytingum heldur en tíföld þróunarsaga mannsins ef homotegundin er 5 miljón ára gömul. Og það sprengir síðan allar skala og aftur, það er viðmiðaskipti. Það er viðmiðaskipti. Og ofan í þetta þá kemur einmitt mjög hröð þróun í stjórnmálakerfum heimsins. Lýðræðið er mjög í hættu. Öfugþróun. Já, mikil öfugþróun. Og svo er það gervigreindin, þú veist, sem er náttúrulega talandi tungumáli, Þannig allir upplýsingamiðlun. Þannig að maður skilur það núna kannski ef að þú lítur öxl og ert að hugsa hvað ef ég hef ekki gefið draumalandið og hvað ef þú hefur ekki einhvern veginn fundið fyrir til þessar eiginlega köllunar eða einhvern veginn svona skyldu að fylgja því eftir og svona ræðum þessi mál og vera með svona stóra fyrirlestra. Það hefur verið, nú er það kannski skiljanlegt þegar er það ekki, þú ert áttaði á því að þú eiginlega kannski hefðir geta bara haldið áfram að skrifa skemmtileg bónusljóð og alls konar og vinna með rýmnihefðina sem þú varst að gera og ef við hefum ekki verið í þessum viðmiðaskiptum. Og það var eiginlega það sem kannski maður hugsaði bara hvað á rithöfundar að gera. Ég meina, mér finnst ekki að rithöfundar eigi að gera neitt og því það er líka bara allt í lagi að bara ég er ekki að krefast þess að allir fjalli loftslagsbreytingar eða eitthvað. Mér fannst það allavega að vera mjög verðugt viðfangsefni og þá er það þessi staða í rauninni að skrifa á tungumáli sem að og þá líki ég það við þegar að við fórum úr heiðni í kristni og tungumálið neyddi skáldi í dróttkvæðihefðinni til þess að fjalla um þess að dvergahjálmur var himinn, brúður Óðins var jörðin og þú ætlar að tala um skapara himins og jarðar en tungumáli neyðir til að tala um skapara austra hjálms dvergahjálms og brúðar Óðins. Þannig að þú gast í raun ekki fjallað það nýja á þess að öll norræna goðafræðin, allur gamli heimurinn væri í farteskinu. Og ég held að sumu leyti séu við þar sem þegar við erum að tala um lausnir og loftslagsvandanum eða grænar lausnir eða eitthvað svona. Þá erum við að taka 20. aldar hugsun og reyna einhvern veginn að útskýra það sem er næst með henni. Í staðin fyrir kannski að reyna að sjá bara kannski er endurskoðunin svo róttæk að það er bara eitthvað sem okkur finnst nánast óhugsandi er það sem að tæki við af þessu En getur þú ekki líka ef þú værir kannski
ekki heill her kannski, en það væru nokkrir þúar, nokkrir andrasnæjar, hvernig orðan var það í fleirtölu. Andrasnærar. Nei, ég veit ekki. Það væri kannski, þá myndir þú leyfa einum þeirra bara að skrifa ljóð til dæmis, að skrifa prós og segja að það er líka mikilvægt að þú sért bara að nota tungumálið mitt og reyna að nota það á skapandi hátt til þess kannski að ná þessari nýju hugsun eða eitthvað sliðis og svo það hinn Andri sem verður að fara og skrifa þessa formála og halda þessa fyrirlestra. Ég reyndar einn að fá Íslendingum sem býr svo vel að ég get látið gervigreindina skrifa þau eins og Andri. Nú er það? Já, því þeir eru búin að stela allir bókunum mínum og þjálfa greindina á mér, sko. Þannig að þú getur bara beðið þá framvegis að skrifa þessa litlu formóla þarna. Já. Skrifa formóla Nei, þetta er ekki skemmtilegi textar, sko. Það er svolítið fyndið að skoða þennan heim, sko. Þannig að þetta er óhugnarlega svona vel gert en svo kemur okkur stýring í þetta. Að því rauninni má segja að hún síðan bara býr til eitthvað og maður segir bara já, ok, ég hefði alveg getað hugsað þetta og síðan þjálfast hún á sjálfri sér þannig að það verður til skrítin sjálfstyrking úr þessu þannig að upp úr þessu þá og líka upp úr því að kannski segja já við hlutum þá lendi ég bara kannski í öðruvísi verkefnum heldur en maður hefði kannski gert annars þannig að eins og ég segi núna í síðustu viku bara við horfum á síðustu viku þá var ég í Feneyjum að taka þátt í íslenska skálanum með Arnhildi Pálmadóttur og hennar teymi lavaforming fantasy eða svona lavaforming heiminum sem að Arnhildur og Arnar komið fram með en fengum mig til liðs við sig í að svona þróa fantasy heimin sem var reynda skemmtilegt að því leyti að það eru loftslagsbreytingar í það en það er samt sko kannski gamli tímakistu Andri líka og Lofstar Andri og Bláa hnattar Andri sem var með í því verkefni sko. Og síðan Kronos í Stokkólmi og síðan á mánudeginum bara daginn eftir það þá var sett upp eitt minnismerki í Nepal á tíbetsku og nepalsku og ensku held ég til að minnast Íala jökulsins sem að var svona aðgengilegasti og mest rannsakaði jökullin í Himalæjasvæðinu var svona æfingajökull fyrir jarðfræðinga eða jöklafræðinga. Þannig að flestir sem voru að læra það þeir fóru fyrst þangað og hann er mjög aðgengilegur það er ekki nema 4 daga að ganga að jöklinum. Og þarna er þetta minnismerki sem að þú raunverulega hannaðir eða bjóst til? Já, ég var í rauninu beðin að leggja til textan á minnismerki ég og annar nepalskur rithöfundur og sem þú kynntist kannski þegar þið gerðu þarna heimildamyndina sem heitir Þriðjapóllinn. Já, Þriðjapóllinn, já. Þetta minnismerki fjallar reyndar Þriðjapólinn sem er að tala norðurpól, suðurpól og Þriðjapólinn sem er annar póll heldur en Þriðjapóllinn í myndin okkar. En þarna þekkti ég ekki þennan höfund heldur voru þetta vísindamenn í Nepal sem að eru að vinna í fjallanum sem að hafa náttúrulega verið að mæla alveg sko öra og ókveikjandi hrörnun og hörfun jökla þar og það er svo miklu alvarlegra heldur en í rauninni í íslenska bráðnun vegna þess að það eru milljarður manna sem að búa á þessum svæðum og að sumu leyti eru þessi jöklar vatnsforðabúr fyrir þessa milljarða og þetta er líka til vitnis bara mjög hraða breytingu á náttúrufari og þá hættu á flóðum, þurrkum og ófyrirsjáanlegum afleiðingum í rauninni þannig að þetta er ekki bara jökulinn sjálfan eins og hann sé einn og sér. Þetta er svolítið eins og kanarífuglarnir sem að menn tóku með sér í kolanámuna. Þegar hann hrökk upp af þá áttu menn ekki að syrgja kanarífuglinn. Heldur var þetta
var að vera að segja að þeir sjálfur væri í hættu sko. Þannig að jökullin, við eigum ekki að horfa á jökullin og syrgja hann, heldur jökullin að segja okkur að við séum, þú veist, hann að segja okkur að við séum í hættu sko. Og þetta náttúrulega byrjar á því að það eru mannfræðingar sem fá mig til að skrifa textan fyrir Okjökull á sínum tíma og mér finnst að því að þeir eru frá Texas og mér finnst þetta svona smá skrítið verkefni. Ég var svona hræddur að stóru krakkarnir myndi stríða mér fyrir þetta á Íslandi en vonaði að þetta myndi fara lágt, þannig að ég skrifaði textan og hugsaði, jú, þetta er nokkrir göngumenn sem munu taka eftir þessu en annars verður þetta bara lítið svona aukaverkefni. En það verður líklegast sá texti sem að ég hef skrifað sem hefur bara farið víðast heiminn sko. Þannig að strax í október það ár var sami texti settur á skjöld. Minn texti er nafnlaus þar upp á fjallinu og ég ætlaði mér aldrei neitt eignarhald á þessum texta. Þannig að árið síðar, í október strax settur upp texti í Pýreneafjöllum jökul sem að þar er farinn á frönsku. Textin er á frönsku þar og síðan er settur upp skjöldur í Mexíkó líka með þessum texta, eiginlega hvort ekki á hans að láta okkur vita, þeir bara sá þetta og ákveða að gera sína eigin minnismerki, þannig að allt í einu er komin Ísland, Pýreneafjöllin og Alparnir, einn texti og síðan Mexíkó, fyrsti jökullinn sem Mexíkanar tapa og síðan þegar þeir biðja mig að leggja til texta þá leggja til að bara þeir noti eitthvað af þessum sömu orðum, þannig að það er komin bara svona alþjóðleg mantra, bara Ísland, Mexíkó, Evrópa og síðan Himalaya og einhver leyti kannski erum við að skilja eftir og þá ef maður hugsar eftir 1000 ár þá rambar ykkur á eitthvað svona mynstur sem að... En það er svolítið merkilegt að lýsa þessu svona, einmitt þetta með, það er ekki eignarhald beinlínis á þeim texta, þú veist, og hann ferðast, enga síður þá er þetta þinn texti og það er eitthvað sem fylgir þessu kannski, ég veit ekki, þessu hlutverki sem þú ferð inn í og ég fór líka inn í það sem rithöfundur einhvern veginn og við hittust nú oft svona á einhverjum stefnumótunar stöðum, ekki stefnumótastöðum heldur stefnumótunarstöðum taka það fram að þá var maður svona bara hugsa svona, ég er ekki fyrir að vera búið að maður einhvern veginn sjálfur þú veist, bara að finnast maður þurfa að, þú veist, það kom alltaf eitthvað svona nýtt neyðarástand, hrunið og þessi tilfinninga maður sem rithöfundur þyrfti einhvern veginn að hjálpa til við að orða það eða taka þátt í því svona, það er eitthvað svona kennara element sko, en og það var einmitt svolítið mikið, kannski ekki svo mikið ekki svo mikil eignarréttur held ég, mjög mikið af því starfi er án eignarréttar og fer fram í þessu svona sem að síðan verður þetta svona hvað er hugarflæði og samræðan sko, en svo þannig mér fannst svolítið merkilegt að ég fór einhvern veginn á bókmenntahátíð í Tékklandi og var bara beðin að lesa upp úr einni bók og satt fyrir svörum bara þann texta og ég var spurð hvaða ljóðskáld hefði haft áhrif á mig og mér var svo furðulegt og þetta var svo þetta var eins og verið í fríi þetta var svo létt og svona gaman og maður hugsaði með sér, kannski auðvitað þetta svona klassíska hlutverk rithöfundarins en eins og þú segir, þú ferð þarna á milli sko og það er ákveðin svona þetta svona kennara element sem bara þú ert að halda fyrirlestra og þú ert ekki að elta upp í hugmyndirnar, þú ert að gefa hugmyndirnar áfram og vonast til þess að þær hafi áhrif en þá langar maður að spyrja eins og núna einmitt þegar gervigreindin þú veist, og svona höfundaréttur er dálítið í hættu kemur það ekkit upp í þér eitthvað svona og oft líka kannski bara einmitt einhverju sem er að taka texta og hugmyndir og fara illa með þær kemur það ekkit upp í þér svona langar til að Jú, sko, eins og ég bað gervigreindina að skrifa 1000 orða sögu í anda bláa nattarins
og hún bara gera það á 1 mínútu. Þarna einu sinni var hnöttur og þar voru bara álfar og svo kom glimmir monster úr geimnum, þú veist, þetta var bara svona bara og greindi mér þess að hvernig hún væri að herma eftir sögunni, sko. Þú veist, hérna er ævintýraheimur, hérna er jafnvægi, svo er jafnvægi raskað, þú veist, hún bara greindi söguna og sagði mér nákvæmlega hvernig hún hefði hermt eftir henni. Og þetta er náttúrulega opaslega ósvífið að sé bara eitthvað stórfyrirtæki út í heimi sem bara, þú veist, hún er náttúrulega fyrirtæki náttúrulega að segja, nei, ég má ekki herma eftir höfundi, ég má ekki líka eftir höfundaverki neins, en þetta bara býður vélinn upp á þessa þjónustu að skrifa mjög svipaða sögu og ég gerði þess að svona í rauninni greinir hana í drep og síðan spýtur út úr sér einhverju drasli sem að er líkt henni eða svona getur verið samlíkjandi nema bara í styttri útgáfu. Og þetta var hægt á öllum vélunum, sko. Þannig að það er ekki promptaðar með banni að hvað er prompt á íslensku? Skipun. Þeim var ekki skipað að herma ekki eftir fólki, heldur er það öfugt. Þeir eru þjálfaðir til að herma eftir. Þetta er svona hermar. Og náttúrulega gervigreindin núna, hún er það er náttúrulega óbúslega sorglegt að hún skuli vera svona orkufrek. Akkurat þegar við þyrftum að minnka orkunotkun að þá birtist einhver bara hei, ég var að búa til bíl og hann eyðir 100 lítrum á 100 og hann er algjörlega nauðsynlegur af því að hann talar við á meðan þú ert að keyra í bæinn, skilur við bara, og hann segir þér fyndnar skrýtlur. Já, bíllinn hann ætlar að segja þér fyndnar skrýtlur, fyndna brandara, þú þarft ekki að hlusta útvarpið, bíllinn segir þér fyndna brandara alla leiðin í vinnuna og þú getur talað við hann, en hann eyðir 100 lítrum á 100 og bara, já, æðislegt, bara geggjað, bara akkurat það sem við þurftum til að bregðast við loftslagsvandanum, sko. Þannig að Bitcoin og svo þetta þessi gagnaver náttúrulega bara sópa upp í rauninni allri framþróun síðan í að framleiða hreina orkugjafa, sko. Og svo náttúrulega bara einmitt ítir undir nýlendu stefnunar raunverulega aukna eða alveg endur nýja þar sem þarf virkilega að grafa bara eftir þessum jarðefnum í þessa tækni. Já, og þetta er bara þetta er svolítið öfug þróun, þannig að ég raun öll þessi stórfyrirtæki út í heimi þau eru bara spáð í að interneti fara að nota bara jafn mikla orku og allt annað í heiminum, sko. Þannig að þegar þú ætlaði kannski bara varst búin að skrifa nokkra bækur, búin að fylgja þeim eftir og vera bara mjög duglegur og kannski hefði geta bara farið að einmitt skrifa aftur svona, hvað það eru melankólískan prósa og leika þér með gervigreindina eins og þú ert að gera tilraunir og svona skapandi hátt að þá samt ertu bara, býrðu yfir of miklum upplýsingum að þú ert búin að raunverulega vera í samræðu, sko, þú veist, náttúrulega bara allan heim, þróun heimsins, þannig að þú getur ekki annað en, ég sá á Facebook og þú var strax komið með svona ákveðna gagnrýni á gervigreindina og þú getur ekki bara halla þér aftur og lesið upp ljóð eða hvað? Já, ég held að gervigreindin þurfa nú að sko, ég var ekki alveg í stuði fyrir hana. Það er að segja að mér fannst sko við verið rétt átt okkur á því hvað samfélagsmiðlar væri búin að rugla mikið í okkur og bara svona með allt fake newsið og falsfréttir, misupplýsingar og bara hreinlega bara tímann sem hún stelur frá okkur, sko. Og maður er bara svona rétt farin að átt að segja, já, ok, nú þurfum við að fara að taka á þessu, sko. Og þá bara hella þeir þessu yfir okkur. Og ég er ekki að segja að það sé allt eitthvað hræðilegt. Það er náttúrulega mjög margt heillandi og mjög margt áhugavert í því sem er að gerast í þessu. En já, ég hef náttúrulega bara full ástæð til þess að vera ekki ánægður með eitthvað kerfi sem stál öllu. Ég myndi eitthvað fyrirtæki væri stofnaðir vestur í bæ og
já, það bara forsenda þess að við gætum stofnaði var að við þurftum bara að nappa hérna 2000 bílum. Þannig að bara sorry, Oddný, ég bara tók bíliðinn en þú veist, annars væri þetta fyrirtæki bara ekki hérna í Vatnsmýrinni, sko. Þannig að ég bara varð að fá að taka bíliðinn til að, og leiðilegt fyrir þig, sko, en sko, Andri Snær, þegar þú skrifaðir hérna Draumalandið, eins og þú segir, það var byrjað að byggja Kárahnjúk og allt svoleiðis, en það var kannski, og það voru náttúrulega bara ýmsir sem áttuðu sig á því að þarna væri bara verið að fara fram úr okkur og fara fram úr náttúrun og svoleiðis, en kannski mjög margir samt svona almennt voru við svolítið á eftir, bæði lagarammin, meðvitundin, samræðan, pólitíkin, og kannski bara allir svolítið svona spenntir yfir nýjungunum og framþróunin og svoleiðis. Þannig að við erum svolítið á, og svo koma, erlendu fjárfestarnir eftir hrun og þá voru við bara kannski aðeins ekki vera alltaf svona spennt fyrir að þarna sé einhver frábæra nýjungar að kannski og svo sama kemur núna með gervigreindina, þú raunverulega þú getur bara ekki að því gert greinilega, þú horfir svona, þú ert með einhverja tengingu, sko, aðeins fram í tíman. Það hefur alveg gerst, sko, stundum er frekar einfalt að sjá fram í tíman. Og jú, það má kannski, ég ætla ekki vera að hrósa mér, en náttúrulega Lofstar á sín tíma. Þannig að núna gæti ég búið til forritið sem er í Lofstar sem heitir Eftirsjáin, sem að, bara eiginlega ótrúlega margt sem að var í Lofstar kom fram síðan á næstu 20 árum eftir að hún kom út, sko. Og ótrúlega margt í Draumalandinu líka hefur komið fram eftir að hún kom út. Og náttúrulega í Draumalandinu vorum við og þú og meðal að svona hugmyndin skapandi greinar, hugmyndin í rauninni hvað hægt er að búa til á Íslandi, hugmyndin hvað er atvinnulíf og hvað í rauninni var okkur svona kasta svolítið í svona, náttúrulega sett svona að taka ábyrgð á kapitalískri atvinnusköpun ef við erum hérna í Rauðaherberginu, að við svona orðræðin frumkvöðlastarfsemi, það var nánast ennþá þannig að frumkvöðlar var örugglega saman við uppfinningamenn, eitthvað sem var búin að búa til sniðuga sleif eða eitthvað og langaði framleiðana. Það var sett, við vissum eiginlega ekkert alveg, frumkvöðla umhverfi var mjög takmarkað og bara hugsun okkar hvað geti skapast út úr hönnun, út úr ímynd, út úr listum, út úr vísindum og rannsóknum var mjög takmarkað. Þannig að þessi svona, sko, og að sumu leyti má segja að þegar ég skrifaði Draumalandi þá var svona tvær hugsanir sem að tíðarandinn þá storkaði. Í fyrsta lagi hafði ég mikla trú að við getum verndað náttúru Íslands og ættum að vernda hana, og síðan var það svona þrjóskuröskun þegar stjórnmálamaður sagði að framtíð okkar væri undir því komin að Alcoa vildi reisa verksmiðju á Austurlandi. Það bara, nei, stopp. Það bara, sko, náttúruverndin er eitt, en þú ætlar ekki að segja mér að framtíð landsins og okkar og barna minna og þjóðarinnar sé bara undir þessum samningi komin, eða hann skiptir bara nokkru einasta máli í stóra samhengi hlutana. Nýlöndu hyggju. Já, þú veist, þarna var í rauninni jafnstórt prinsip brotið gagnvart mér svona í því hvernig ég sé möguleika okkar og skapandi afl og í rauninni hvað atvinnulíf er og hvað möguleika samfélag hefur. Að það prinsip, mér finnst bara niðurlægjandi, sko, á djúpan hátt að horfa upp á, sko, fullari fólk sem ég bara virðingu fyrir í alvörunni trúa þessu, sko. Og náttúrulega þegar ég helli mér síðan inn í þessu umræðu á þeim forsendum að það sé bara svona 12.000 aðrar leiðir til þess að þróast heldur en þessi eini samningur, að upplifa fólki sem sá þetta sem, sko, allra lausna og tækifæri okkar til framtíðar, það var tilbúið að hata mig mjög djúpt, sko. Það var mjög miklar neikvæðar skoðanir á mér, sko. Og þarna sem var alveg fúlt en alveg líka áhugavert
að leyfa sér að fara inn í leiðislægin sko. Að taka slægin og fá á sig svona gussur sko. Og sumuleyti var þetta líka eitthvað svona idealismi að mér fannst að ef að vísindamaður var þaggaður eins og fyrir að tjá sig Þjórsárver þá væri rauninni mín skylda að fara niður með honum sko. Að taka á mig líka þann skít sem að hann fékk sko. Þannig að á þess að vera að setja sig eitthvað svona heilaramannastöð en það var líka þetta prinsip sem ég trúði á og mér fannst vera ómerkilegt að horfa eitthvað fórna sér og ég væri bara svona eitthvað svona pempi á hliðarlínunum og horfa á hana svona einhvern veginn vera eina í þessu og ég held að þessi vinna hafi verið svolítið sérstök, jafnvel á heimsvísu, ég er ekki að segja, sko, mín vinna hafi verið sérstök, heldur þetta bandalag sem var til, þar sem að listamenn, vísindamenn og frumkvöðlar komum saman, sem var þessi svona, af því að það var mikið af frumkvöðlum, hvort sem voru CCP-hópurinn eða aðrir sem vildu stofna til einhverjar fyrirtækja, þeim sveið þetta líka að búa í landi þar sem að var í álfurinni sagt að eitt fyrirtæki ætti að halda okkur uppi og svo þessi nýlendu hugsun sem að var á ferðinni. Þannig að þetta var mjög dýnamist bandalag, listamanna, frumkvöðla og síðan náttúruvísindamanna. Að oftar maður sér ofta ekki þetta bandalag verða til á þannig að og reynum að segja að síðan hafi kannski mikið af svona þessum frumkvöðla stemmingu sem á sér stað en þá í dag. Hún á smá rót í þessu sem að þið Björk voru að gera þannig hvað heitir þetta aftur? Já, við gerum þetta bara, við vorum mörg sem vorum í þessu. Og mörg sem vorum í þessu og síðan í Mauraþúfunni sem var til í Borðhrauninni, þetta voru mjög áhugaverðir tímar og ég hef ekki alveg kannski... Þetta er svona grasrótar raunverulega líka, þetta er líka svona varandi struktúr sko, eins og þú segir, í staðinn fyrir að hugsa að koma einhver einn til að bjarga okkur, að frekar að bjarga okkur sjálf og nota þær hugmyndir og þau úrræði sem eru. Mér hefur samt fundið stundum, finnst þér ekki stundum eins og síðan, fyrst við erum aðeins hérna, svo förum við alveg úr pólitíkinni sko, í spjallinu, við erum að fara, ég veið að vinda okkur yfir á persónulega, en sko, finnst þér ekki svolítið kapitalismin hafi verið duglegur að taka yfir þetta tungutak og þessar hugmyndir eða hvað? Þetta var alveg kapitalist hjá okkur sko. Þetta fjallaði þetta fjallaði atvinnusköpun á forsendum einstaklingsframtaks og hugmynda og kannski með einhverjum stuðningi en að sumuleyti voru við En mér finnst þetta líka að vera endurnýjun á sósíalisma. Þú veist, sósíalismi þarf ekki að vera bara í einhverjum ríkiseildum, hann getur verið líka í grasrót og... Nei, að sumuleyti fannst mér eins og við varum neitt í að taka okkur orðræðu í stað fyrir að bara tala að náttúran væri eitthvað svirði og þá fannst mér eins og við varum sett inn í það stöð að sýna fram á annars konar hagkerfi sem getur orðið til og þá var að sumuleyti hagkerfi sem að talaði sko það er eins og ég fekk sko frelsisverðlaun SUS fyrir Draumalandi sko. þannig að þetta var svona start-up frumkvöðla tungumál að vissuleyti sem við vorum okkur var ítt inn í að því við gátum ekki bara sagt þarna eins og ég var að kom stað setna þegar ég var að lesa þarna Helga Valtýsson sem skrifaði Kárahnjúkasvæðið. Ég gæti ekki bara mætt í viðtal og sagt já, það eru 400 störf þarna en þú gerir grein fyrir að þú ert að eyðileggja þagnar þrungna geimvít Guðs sem aftur viðmiðin að það tungumál var ekki inn í viðmiðunum sko. Að við þurftum að mæta og segja já, þú vilt byggja svona fyrirtæki en ég er hérna með þetta hlaðborð af þetta verið hægt að búa og að sumu leyti má segja líka að það sem við var að vera að tala á þeim tíma hafi sannast. Ég meina Keresis á Ísafirði var til upp úr fiskuróði
af því að menn voru að segja fyrir austan, eigum við að lifa á fiskróði, skilur, það var að talaði fiskróð. En ekki samt sko raunverulega, þú veist, þetta tungutak og nýhugsun og setja orð á það og svoleiðis. Og þetta eins og ennþá talað að fjárfesta í kennurum, sko, notarum og fjárfesta í menntun. Notarum sko, hagfræði orðin einhvern veginn til að kannski tala einhvern veruleika sem ekki endilega hægt að tala svo mikið eða eitthvað svoleiðis. En hefði það samt þurft að, þú veist, var ekki samt hægt að vera með smá business? Var ekki moment, þú veist, eftir hrunið, þar sem að það hefði verið hægt að þróa eins og við vorum að reyna að hugsa ítalska smákapitalisma, ég er ekkert að móti ég er líka kannski þarna ég hef reyndar einmitt sig greina, ég á kannski ekki kalla þetta kapitalisma, það má ekki eigna fyrirbærinu kapitalisma öllu frumkvæði og sem fólk á. Það sé til að stofna til atvinnustarfsemi eða stofna til frumkvæðis. Ég held að það sé enginn sem vill einhvers konar ríkiseignarhald á öllu. Þannig að í rauninu vorum við kannski ekki tala vorum við að berjast við, vorum við í rauninu að leggja fram ákveð svona grunn einstaklingsframtak og svona hugmyndir sem fólk gæti efnt til sjálft á móti þessum sko kapitalísku stórfyrirtæki. Á móti þessum sko alþjóðakapitalisma sem að þarna, en ég hef ekkert sko ég finn mig ekki alveg inn í svona að tala kapitalisma eða sósíalisma af því að mér finnst bara eins og við séum fara eitthvað svona allt annað og það sem næst eitthvað annað og ég ekki alveg með nafn á því en það sem að sko og það sem ég hef verið að tala eins og í þessum fyrirlesturum að þetta kalla loftslagsbreytingar en þetta í rauninni riðlun á öllu vatnafari jarðar. Það að segja þetta jöklarnir, þetta hafsborðið, þetta sýrustig hafsins, þetta rigningin, snjórinn, árstíðirnar, sífrerinn, morgundöggin, þurrkarnir og tárin. Og tárin. það er allir að vinda mér yfir í hérna að spyrja þeim persónulega. Hvernig eiginlega sko, hvernig kom það til að þú fórst yfir í þetta kennara hlutur? Eða skilur þess að svona vera bara sjáandi og svona pólitískur öfurlega í skilningin vera svona borgarlega virkur og nota svona nota þína hugsun til góðs einhvern veginn. Hvernig, ef þú hugsa, varst að pæli því í upphafi þegar þú ákveðst að gera rithöfundur og af hverju ákveðst að gera rithöfundur? Ég held að þegar ég ákveða þá það bara meira svona leikur með tungumálið. Áhugi á ljóðum, áhugi á því að bara svona ást á ljóðum, sögum og kannski eitthvað svona löngun til að vera skapandi eða gera eitthvað, skapa eitthvað á þeim skala. Og ég á reyndar 30 ára rithöfundur á mig ljóðis ári. Það 30 ár síðan ef við teljum sér þetta frá fyrstu bók. Ljóðasmygl og skáldarán kemur út 1995. Þá það kannski hugsjónin að bara koma skáldskap inn í samfélagið sko. Og ég reynum að segja að maður fer þarna inn í ákveðna hefð sem í rauninni í vörn, skilur þú veist, ég gef út ljóðbók og meðan tala um að ljóðið sé dautt, sko, skilur dauði ljóðsins þarna einhvern veginn í samtalinu og það má segja líka tungumálið hafi kannski verið hugsjón. Manstu hvernig það kom til, sko? Manstu eftir einhvern veginn hugsunum frá því þú varst lítill? Já, ég bjó í Ameríku sem barn og kem 9 ára og skildi einhvern veginn hvað það var sérstakt að eiga sitt tungumál og fannst alltaf og ég myndi aldrei segja að vera svona hafi talið mig að vera góðan fulltrúa tungumálsins, þess að hvað var þar slettur eða málvillur eða annað en já, svona tungumáli sem hugssjón og svo
svo málega segja kannski að verði kannski svona einhver svona þegar að í rauninni finnst manni svona í mannáli hugsa einu svona við vorum að ræða svona 95 svona hvað á maður að vera reiður yfir eða eitthvað svona og það var alltaf á leiðin í rétt átt í einhverju svona sjálfvirkni 95, Vigdísi forseti gott ef Ingibjörg Sólrún ekki borgarstjóri og svona Ameríka okkur finnst að hún bara að vera alheimslöggan þú veist, allavega þú auðvitað fullt af núansum en svona en manni finnst næst því svo kerfin væri bara svona bæta aðgengi fatlaðra og svona bara svona kerfin væri bara í lagi og þurfti bara að laga já, kerfin væri bara undan veist, það var fárlega rithöfundur ég man að við lásum eitthvað Halldór Laxness að hvetja fólk til að busta tennurnar hvað fannst fárlega að einhvern veginn að vera rithöfundur verið í því hlutverki að hvetja fólk til að busta tennurnar og mála húsin sín eða eitthvað og maður las þá einmitt svona það þegar rithöfundar voru í þessu hlutverki hvort sem var Fjölnir eða Alþýðubókin eða Bréf til Láru eitthvað já einu sinni var rithöfundar í þessu hlutverki en núna eru bara kerfin öll bara ég ætla ekki að fara eitthvað að sparka á eftir kerfi sem er þegar bara leiðinni í að bara bæta alls konar hluti og síðan má segja kannski í samvættu við aktivisma kannski fyrsta svona hugsunin gæti samt verið svona 94 5 ég þarf að finna árið nákvæmlega að fjölskylda mín úr Árbænum og bara svona mjög þykk fjölskylda þannig að mamma fæðist í Árbænum sko og í stóru hvítu húsi sem var byggt 44 grunnsamlega líkt Bessastöðum þeir eru eiginlega rannsakað en það er bara leit nákvæmlega út eins og Bessastaðir og stóð í Árbænum bara næst jafn stórt mig grunar einhvern veginn langa við hafi bara stólið teikningunni eða ég veit ekki það var þjóðfrelsis stemming eða eitthvað ég á eftir að komast að því hvaðan þessi teikning kom þetta ekki funkishús og var hvítt með rauðu þaki og stóð bara mjög nálægt þar sem Árbæjarskóli er og þar fæðist mamma og það svona miðstöð hverfisins og þegar hverfið teiknað þá var þetta hús hotrétt á hverfið og þarna fyrsta símstöðin og mér þess að stofan var helguð og það mátti í rauninni halda messur í stofunni í þessu húsi En byrju okkur á miðstöð hverfisins í þessu húsi? Nei, bara þetta var svo stórt hús þetta bara var svona En var pabbina prestur? Nei, hann var múrari en þau voru Guðrækin og Kirkjurækin og kynntust í KFM hjá séra Friðrik og þá var sókn Árbæjarins var í rauninni í Mosfellssveit en allavega þá var kirkjan, stofan var helguð það var hægt að skýra á svona í stofunni og þar var pósthús og þar var sími þannig að þetta varð svona að miðstöð þegar áðurna blokkirinn og allt saman komið þannig að mjög sögulegt hús í rauninni síðan er það rifið svona kringum 1994, 5, 6 jafnvel í einhverju svona hvort það ömmu bróðir fyrir á hausinu eða eitthvað bankin eignast húsið og selur það og byggir svona 2 andlaus raðhús á lóðinni og þá hugsa ég að bak við mig stóðu og standa þetta var fullt af stöndu og fólki bara heildsalar og bara læknar og flugvirkjar og bara svona stöndugt fólk sem bjó jafnvel í stórum einbýlishúsum og bara en hafði eitthvað ekki í sér svona aktivisman til að bjarga húsinu og þá hugsaði ég, ef ég hef bara skrifað eina grein eða ef ég hef bara hringt á línuna þá hefði ég bjargaði, þá hafði eitthvað engin svona þetta bara Er þetta eftirsjá, raunverulega, þú hugsar eftir á ég hugsa eftir á þegar húsið var rifið að ég hef farið létt með að bjarga því og svo þegar hálendið er í hættu þá allt í hugsa ég mjög margir mjög margum myndi bara þykja það svo leiðilegt að það hefur verið eyðilegt en þeir myndi kannski ekki fatta að skipti máli kannski nei, þeir myndi bara kannski ekki bara það var eitthvað meina það var eins og aktivista kultúr að bara legið dvala bara
bara frá 7. áratugnum eða eitthvað sko. Og þá hugsaði ég bara ef enginn sækir rétt sinn eða vilja sinn eða kemur honum á framfæri þá bara gera hlutirnir einhvern veginn á einhvern hátt eftir einhvers vilja, skilur og það ekki alltaf að vera mikill vilji og það má alveg segja að þarna hafi ég svona hugsað þáldið og síðan þegar bónusljóð kom út 96 þá var ég fenginn í sjónvarpsviðtal og ég stundu sagt þessu sögu þá gerði þið svo skemmtilegt innslag bónusljóð þarna í Ástöð 2 á undan aðalfréttatímanum, bara hálf þjóðin var að horfa á þetta að þeir tvöfölduðu slottið og það var svo mikið svona production value svona, þannig að þeir sögðu konu við hliðina mér heyrðu þarna við höfum ekki tíma til að tala við þig, þú mátt fara heim og hún var frá Rauða krossinum að safna peningum fyrir flóttamenn frá Rúanda og þetta var svona sérstakt svona ég veit ekki hvort neinn hafði tekið eftir þessu en það var satt þannig að við tölum bara þarna umræfnið þitt svona í þarna við sýnum bara svona borða það í lok fréttatímans söfnunina fyrir Rúanda og þá hugsaði ég alveg bara mikið bara já, af hverju ég að skrifa, til hvers ég að skrifa og svo eignast ég barn 97 og þá búinn með allar hugmyndina mínar það ég gátt bók 95 2 bækur 96 og bara einhvern veginn bara þurrka upp bara allt sem hafði dottið ég að skrifa frá því ég var 16 ára sko. Og bara búinn að gefa það og áttil bara ekki snifsi og ég átti eina grín glæpasögu sem var 3 línur sem var bara eitthvað svona still woman finnst myrt í stóru einbýlishúsi rannsaknar lögreglumaðurinn kemur og finnur líkið á gólfinu og spyr Britan hún dáin og hann sagði já hver gerði það og Britan sagði það var ég þetta ónýtt glæpasaga, hann var bara búið hann var bara 5 línur endaði, já, allavega þetta var eina bullið sem ég átti sko. Þannig að ég var líka í svona kannski svona sköpunarkrísu þess að ég hvað ég að skrifa skilur bara hvað ég að skrifa En betur það eftir Draumalandi? Nei, þetta er 95, þetta er bara fyrstu bækurnar þetta er bara 94 húsið rifið 95 En þetta kallar nú síðust ára eina spurningu og við getum kannski farið eftir aðferðin ertu síðust alltaf með eitthvað í sjóði eða þannig sem að þú veist það er til í sjóðunum og svo skrifur það eitthvað neginn sko, já, þannig að þarna var ég bara búin að hreinsa allt út þannig að ég átti engar hugmyndir og engar svona löngun í neitt sérstætt og þá heillast ég og gerðist það sem gerist oft hjá mér sko, að ég heillast af rímnaarfinum en að vinna þarna í Árnastofnun 97 og er bara gjörsamlega heillaður af þessum gamlu konum sem eru að fara með rímur og þulur og grýlukvæði og fæ það á heilan eins og maður fær kannski bók á heilan þannig að mér finnst eiginlega eins og ef ég geti lagt eitthvað fram til menningarinnar þá væri það að bara draga þetta fram í dagsljósið og gefa það út eða koma þessu einhvern veginn á framfæri þannig að stundum sem þú gerðir líka sem ég gerði, já. En það má eiginlega segja að þá hafi gerst það sem gerist oft hjá mér sko, að mér finnst eitthvað merkilegra heldur en það sem ég geti skrifað og kannski eins og það gerist með Hálendi mér fannst Þjórsárver merkilegra heldur en eitthvað sem ég geti skrifað og það getur svona og það verður svona víxlverkun það bæði svona tekur frá því að maður væri þá að skrifa en á móti kemur endara sem hráefni í og já, ef ég fer löngulegna þessu þannig að þá er ég þannig í rímnaarfinum og þá eignast ég barn líka og verð mjög svona eitthvað meir ég bæði að hlusta á þessu gömlu konur allan daginn, ég er bara með 17. öldina bara í eyrunum bara allan daginn, keyri heim og bara bylgjan í loftinu og allt eitthvað geðvegt og
virkjunaræðið að fara af stað og vera að hóta okkur og senda okkur aftur í torfkofan og svo er ég alltaf með torfkofan í eyrunum alla morgna og finna eitthvað heilt þar. Ég hugsa bara, já það er allt í lagi með þetta fólk sem er þarna í torfkofan og þarna upptökurnar úr torfkofanum er að hlusta á þessar gamlu konur og gjörsamlega heillaður af þessu og bara finnst þess og bara vá hvað við þurfum á þessu að halda. Bara þarna er eitthvað sem ég hefði aldrei heyrt í allir minni skólagöngu, ég hefði aldrei heyrt rímur kveðnar, hvað þá heila rímu eða bara, ég hefði bara ekki heyrt af þessu. Og hugsaði ef ég geti lagt eitthvað fram, ég get ekki skrifað ljóðabók sem myndi túlka tilfinningar mínar þegar ég hlusta á þetta. Þannig að þá hugsaði ég, já, ég ætla að koma þessu framfæri, leið meir yfir barninu mínu, sem þetta bara 100 ár, bara ég er rétt búin að lifa af mína eigin æsku, ég er 23 ára, ég er eignast barn, alltaf ungur, ég bara kom með barn í fangi, ég kom með einhverja ábyrgð næstu 50 árin eða eitthvað og bara ég er komin í eitthvað samhengi sem að ég kann ekki á og þá er ég með þessar rímur og þá er virkjunarbrjálið að fara í gang og þá fer ég að búa til bláa hnöttin í hausnum og þá byrjar hún svona að birtast og vorið hvort það sé bara janúar 98 þá er ég beðin að lesa upp í Þjóðleikhúskjallaranum og ég mæti á upplesturinn og ég er alveg bara og veit ekki af hverju ég sagði já við þessum upplestri af því að ég hefði gefið 3 bækur 95 og 96 og svo átti ég barn allt 97 og var bara að hlusta á rímur þannig ég átti ekki staf til að lesa upp af nýju efni og ég gæti ekki hugsað mér að fara að koma fram og fara að lesa eitthvað frá 96 skilur, þannig að eitthvað 2 ára gamalt efni og bara döðskammaði og bara var leiður á því og það var bara tilheyrið öðrum heimi bara ég ætla ekki að vera að lesa bónusljóð hérna eitthvað 2 árum síðar bara eins og eitthvað bjáni þannig að ég fór á svið og ég endursagði bláa hnöttin frá upphafið lenda af því ég var með hann allir í hausnum sko. Af því ég er búin að vera að sefa barnið mitt með því að segja hann söguna því að tók hann svona 6 klukkutíma að sofna á kvöldin sko. Þannig að ég var bara svona að þylja einhverju sögu fyrir hann og þá gæti ég og var í raun að storka þessari hugmyndum jinxið sko þannig að ég jinxið, aðeins innan sviga hérna, mástu eftir hvað jinxið þýðir? Já, að ég myndi eyðileggja söguna með því að segja hana sko. Þannig þessi trúmann að ef þú segir hugmyndina þá deyr hún sko. En ég ákveði að storka því þannig ég fór á svið, sagði söguna frá upphafið lenda og fór svo heim og byrjaði að skrifa hana og var með mjög háleitar hugsanir að þetta geti orðið mjög stór bók sem er samt svolítið stort fyrir einhvern sem er 24 ára eða eitthvað að þetta er 98, ég er 25 ára þannig að aðferðin minn hefur alltaf verið sko einhvern veginn að það þarf einhvern veginn sem ekki kraft til að verkið geta verið til og svo er ég alltaf með kannski 5 bækur í hausnum en það verður að vera en stundum ef ég er þá búin að gera aðra bók og er að fara aftur í hugmynd frá bara 2017 eða eitthvað þá finnst mér að ég sé að vinna bara fyrir einhvern gamlan mig hvað bara gamli hann eitthvað vilja ég 7 árum síðar sé eitthvað skrifa einhver bók. En þú hefur þá kannski ekki alveg gefið þér alltaf svona nægilega mikið næði til þess að koma verkinu kannski fram. Þú hefur eiginlega byrjað að miðlaði og ert að safna líka og ert síðan 2 barnafæðir eða 4 barnafæðir fyrir ekki, já. Og alltaf að bjarga heiminum og Íslandi og svoleiðis. Þannig að þú kannski Jú, verkin sko ég veit að ég er ekki að gagnrýna að þau verði ekki til verkin þín sko en er það í þér samt svona einhvern veginn kemur upp í þér svona uppsafnan sko talandi um tíma að núna verður einhvern veginn að bara koma því á blað? Já sko stundum gerist það bara að þarna já það er eins og þá er ég ekki að gera neitt annað sko eins og þegar Tíminn og vatnið var til loksins að
þá var það bara 16 tímar á dag í 18 mánuði eða eitthvað sem hún verður til sko. En hún samt búin að verða til svolítið í hausnum og gerjast mjög lengi þangað og síðan eins og verkið get ekki orðið til fyrir að ég bara finna nákvæmlega bara flötinn fyrir það sko. En finnur ekki fyrir því sko, þegar þú ert svo loksins komin í þarna og ert búin að finna flötinn og ef að þá truflun sko, ef að þá hringt og þú beðin að koma í þarna þryggjaflaðsína ingágað ykkur gömlu verki. Já, þá alls ekki sko. Já, það er það ekki dálítið erfitt? Jú, þá vil ég ekki trufla mig sko. Þá og ertu að duglegur að þess að íta frá þér? Það misjafnt sko. Þannig að það þarna. Og hvernig líður? Ef þér tekst ekki íta frá þér og þú byrjar að þurfa einhvern veginn að skrifa þennan gamla og halda eitt fyrirlestur og rifja upp tallansamingi jöklana og svona. Hvernig verður þá líðanin svona? Já, hún ég alveg farin að vennast í sko. Ég get ennþá til dæmis talað ég get ennþá fara á svið og haldið fyrirlestur þarna, en það er líka því ég get gert það nánast bara á staðnum sko. Þú getur bara hent mér fyrir framann 1000 manns og ég geti bara klárað mig sko. Því að ég bara segi mér bara, stilli bara tíman og ég get þarna og ég get fyllt þann tíma sko. Og þarna, þannig að það væri erfiðar ef ég væri bara beðin að skrifa þú veist grein húsagerð á 19. öld. Það væri bara, ef mér væri hent inn í hugsun sem ég, þess að annars vegar get ég tekið lagarhugsunum mínar og hins vegar get ég tekið þarna, en eins og núna ég inn í mjög stóru verki, alveg bara á kafi í mjög stóru verki og þá alveg smá erfitt að standa upp sko, af því að þá langar mig og þá finnst mér leiðilegt að sé að koma helgi. Af því að helgi truflun eða helgispjall líka helgispjall, og helgispjall truflun líka. Já. Þannig að kannski nærðu ekki að sitjast aftur niður. Jú, þetta er bara svona olíuskip sem að þarf að ná ákveðna siglingu og svo þegar að koma siglingu þá fer það allir leið og ég bara eins og ég fór í hádegismat með 2 vinum mínum frá Grænlandi og kom þaðan með 3 góðar hugmyndir. Þannig að ég nota alveg truflanirnar til þess að safna í sarpinn. Já. Þá er einhverju svona nemar, er það ekki? Jú, þá er kveikt á öllum nemunum. Sko. En verður þá ekki þreyttur líka á eftir? Eða svona verður ekki að hvíla þig ef þú ert með allt opið? Það er miklu meiri gleði í því, sko. Það er að segja ef að saga að spinna, það er mjög erfitt af því ég á það til að taka svona reyna að gera flókna hluti einfalda. Það er mjög erfitt að gera flókna hluti einfalda og getur tekið dálítið tíma. Þannig að núna er ég á kafi í því allir sko. Þannig að þá það er runni ákveðin svona það er miklu meiri kraftur í því. Það er að segja ef það er ekki saga þá er erfitt að vakna manna, en ef það er saga þá er bara klukkan 7 og þá er bara spenntur að komast af stað og leiður þegar klukkan allt í náttúrulega 4 eða ef maður þarf að fara sko. Þannig að það er mjög gott sko. Ég var að sagði einhvern tímann einhverjum nemendum svona í ritlisti, ég var að reyna að gefa einhver ráð og þá var ég að segja að eiginlega bara binda sig, að ekki leyfa sér að byrja að skrifa strax sko, og leyfa svona hugsunin einhvern veginn að gerjast til þess að vita hvort þú finnur fyrir þessari sko rosalegu gleði þegar þetta leyfi fæst til þess að skrifa. Já. Þannig að þú trúir á flæðið og spunan og líka performansin. Það er algjörlega hluti af það er hluti af þínu höfundaverki þannig, það er ekki eitthvað aðskilið, bara bókmyndirnar og svo flutningurinn og fyrirlestarnir. Þú ert svolítið eins og rýmna skáldin á sínu tíma sem alltaf flutningurinn var hluti af dæminu. Já, mér finnst það skemmtilegt að hitta fólk svona auglítið til auglitis og
eiga samtal og búa til einhvers konar uppistand upp úr verkunum. En það líka kannski dýpra að ef maður finnur að eins og með svona mikilvægt málefni eins og jú, mér finnst alveg bara gaman að vera bara fyndin eða eitthvað, skilur, mér finnst líka bara gaman að skemmta fólki. Ég hef alveg gaman að því, sko. Og mér finnst líka alveg gaman að vera með leiðindi. Sko, að ég veit alveg eins og bara, þú veist, ef ég að lesa upp fyrir eins og mesta svona kikkið, ég man þegar ég vekt svona að lesa upp fyrir ykkur svona, byrjum að lesa upp fyrir ykkur 14 ára stráka á Seltjarnarnesi eitthvað. Og ég náði til þeirra, sko, sem manni finnst svo mikilvægt þegar maður með bókmyndirnar og þegar manni finnst kynslun vera bara missa af þeim og fara þá alveg hugsjón að grípa, þú veist, fólk inn í heimsagna, bókmynda og ljóða. En líka finnst mér eins og ég var til dæmis með fyrirlestur fyrir næstu því alla Umhverfisstofnun Svíþjóðar daginn. Og þá ég komin á svið og kemur svona svikara heilkenni bara að ég að fara að segja þeim það sem þau sögðu mér. Ég að fara að tala málefni við þau, en þau eru vísindamennir, þau sögðu mér þetta. Og ég núna að fara að segja þeim þetta. En þá hugsa ég alveg bara svona raunverulega svona, jú, það alveg hlutverk. Þá hugsa ég svona bara að maður hefur svo oft hugsað bara hvert hlutverk listarinnar, hvert hlutverk listamanna, hvað gerir list og til hvers hún. Og þá einmitt þetta, sko, að vísindamennir finna eitthvað inn í sínum tungumálaheimi og koma upp með eitthvað. Þeir ekkert kannski bestir í að prósessera þetta, þeir ekki góðir að segja sögur og þeir ekki góðir einu sinni kannski að setja upplýsingar sínar í samhengi við bara annað, þó þeir geta margir hverju. Þannig að mér þótti mjög vænt að finna að þarna ég raunin að taka við vísindunum og þýða það tilbaka til þeirra inn í tungumál sem þeir kannski ekki svo þjálfaðir í að og þeir maður fara jákvæð endurgjöf. Þannig ég ekki að taka það sem vísindaskrif ofta að taka það sem vísindamenn hafa skrifað og ég tek það og ég einfalda það fyrir almenning. Og það svona vísindaskrif, oft talið vera svona vísindamiðlun. Vísindamiðlun að taka það sem vísindamaður skrifar og vísa því og einfalda það síðan áfram til almennings. En í rauninni má ég segja að þarna hafi við verið í öðru hlutverki. Ég var að taka það sem vísindamenninu sögðu og ég var að þýða það aftur tilbaka til þeirra. Til þess að þeir áttu að sjá því í rauninni svona, þú veist, þeir hefðu ekkert verið að hugsa viðmiðaskipti, þeir hefðu ekki verið að hugsa orðalagið eða bara svona, þannig að þá hugsa ég, já, þetta mikilvægt. Þetta mikilvægt og þetta alveg kannski sjaldgæft hlutverk af því í rauninni þetta efni mjög leiðilegt. Þetta alveg svona hundleiðilegt efni. Það alveg bara svona, og eins og virkjanirnar voru alveg hundleiðilegt og álver og svona, að ég finnaði mér tekst að gera ógeðslega leiðilegt efni eitthvað svona áhugavert og ég man alveg þegar ég var að skrifa Draumalandið og þegar mér tókst að gera spennukafla úr niðurtalningu á terafastundarum. þá hugsa ég svona, ok, þetta það alveg hlutverk, sko. Það alveg tilgangur, sko. Það alveg ástæði fyrir því að hafa lagt þetta á sig, sko. Já. Af því stundum finnst mér ekkert vanta fleiri sögur í heiminn, sko. Það skilur. En þannig náttúrulega, þetta ekki bara eins og hver önnur saga. Þú ert raunverulega þarna, þetta saga í samræður raunverulega. Þú ert raunverulega í svakalugum tengslum og svona flóknum tengslum eiginlega. Þannig að þessi saga, hún ekkit bara einhver saga. Þetta af einhverjum ákveðnum og síðan það sem kannski verra að eftir bókin kemur út, þá veit ég meira efnið. Því lengur sem tíminn líður og því mun meiri kannski sérfræðingur verði ég í efninu og þú hendir ekkert svona efni bara frá þér og svo tekur við keflinu og verður góður í einhverju og maður segir ekki bara ókei bæ
við það, þannig að það svona ákveðin ábyrgð og ákveðið svona þegar þú tekur við einhvern kyndli það á það til að vera tröllatak á kyndlinu sko. En þú náttúrulega talandi ábyrgð, þá fórst þú síðan í forsetaframboð og þegar þú ert að lýsa þessu húsi þarna í Árbænum sem var rifið, sem var eins og Bessastaðir, þá kannski það sálfræðilega bara langaði þitt til þess að flytja inn í Selásstríu. Já, og vera á stað þar sem einmitt símstöð og hægt að skýra og svona einhvern veginn svona gamla hreppstjóra. Það var gammal hreppstjóri í mér. En ég var alveg svona, ég held að það sé líka samt ekki bara aktivism, heldur þetta líka kannski svona, ég veit ekki hvort það sé fyrirmyndir eða hvort það sé svona frumkvöðla fyrirmyndir. Þetta er líka ákveðin svona frumkvöðla element. Það sé að En vil ég vera forseti, mennur? Nei, í sko svona fyrirmyndunum, ég fór bara, þegar ég tala við eldri kynslóðir og var svo heppinn að kynnast vel ömmum og öfum og allir þessu fólki, að svona frumkvöðla element, þú veist, að ég var svo meðvitaður að já, hann var fyrsti Íslandsmeistari í handbolta, já, en að þau stofnuðu Flugbjörgunsveitina, já, þau stofnuðu Dalíuklúbbinn, þau stofnuðu Lionsklúbbinn Frey eða Fjölni eða ég man ekki. Þannig að þau stofnuðu, að við stofnaði Sparisjóð Vélstjóra. Pabbi hans var að stofna kaupfélagið, þú veist, þessi svona hugsun um að maður eigi alltaf að stofna til einhvers. Já. Og þá var það að stofna til bókar kannski, eða svona bara að eða hvort sé fyrirmyndir eða í fjölskyldunni eða bara eitthvað sem manni finnst að eigi að vera, að þegar vantar eitthvað þá finnst manni að það eigi að stofna til þess. Og í tilfelli til að mista náttúruverndarinnar þá þurfti að stofna, það þurfti virkilega í rauninni að endurræsa náttúruverndarhreyfinguna á Íslandi. Og það var náttúrulega brjálæðislega tímafrekt en líka stórkostlega gefandi því að mjög mikið af fólki sem að ég hefði aldrei kynntist ég í því og ég hugsa oft ef ég hef bara farið að skrifa skáldsögu eftir skáldsögu bara svona og síðan er ferillinn minn síðan í rauninni óvenjulegur að því ég sko í rauninni endur hugsa mig fyrir hver einstu bók. Hver einstu bók er allt öðruvísi heldur en síðasta bók. Og það tekur alltaf mikla orku í rauninni að endur hugsa sig, sko. Ég man eftir það var nú ansi leiðinleg umræða, það voru margir sem stóðu eða vildu fá þig sem forseta en þá voru einmitt margir kannski sem þú hefði dálítið pirrað og verið að trufla sem að voru óvægnir í gagnrýni sinni og meðal annars var dregið fram að þú hefði verið á listamannalaunum þetta lengi og það var einhver svona statistík og hefði bara gefið út þess og þessa bók og þetta var alveg svona þetta var alveg skuggalega einhvern veginn ósvífið. Það átti að drefa mig, sko. Það átti bara að taka mig alveg niður, sko. Var þetta ekki vond reynsla? Jú, mjög vond, sko. Ég held ég sé ennþá jafn. Ég hef miklu samúð með fólki sem að lendir í svona shitstorm. Þegar einhver lendir í því að vera skandallvikunar, sko. Mér er að klausturdónanir, ég hef næst ég saman með hann var búin að gefa bróður sinni nýra. Nei, sko, að þegar að breytingin verður með samfélagsmiðlum að við fáum öll svona grjótnullung í hendurnar, sko, til að grýta. Og það er allt öðruvísi heldur en að fá leiðilega, þú veist, áður fyrir að þau fengi bara einhver leiðindi í DF eða eitthvað eða bara Helgapostinum eða hvað sem er. Að það hefði bara staðið en þegar að sko svo bara koma bara hnullungarnir bara og þú mátt þín þú getur eiginlega ekkert rönd við reist og það sem ég varst merkilegt þar var að ég gleymdi að gera eitthvað, ég bara ákvað ég gleymdi aðtöku hvort þetta er satt ég gleymdi bara að telja og bara af því að maður verður bara svo að þetta kemur og það sem að gerist í svona fjölmiðlun er líka að þú getur í rauninni, þú átt ekki viðreisnar vona því að þú svarar
þá magnar þetta, þá sparkar bara aftur í vesturbúið. Ef eitthvað kemur til varnar, þá fær hann allt slímið af þér á sig, skilur, þú veist. Og þetta varð algjör sirkus. Ég var að fara ég hef oft farið yfir þetta því ég fæ alltaf svona kvíðakast þegar kemur á úthlutun eða eitthvað svona og reiknað út sko að bara ein blaðsíða í Draumalandinu. Nei, fyrstulega var þetta sko og það var búin til sko svona meira þess að bara í fyrra ég var alltaf að skrifa greinar í Heimildina. Skrifa eitthvað svona baksíðupistla í Heimildina. Og alltaf þegar þeir birtust bara þegar Heimildin birtaði einhverstaðar opinberlega, þá kom þessi skítur sko. Bara, þessi aumingi ekki gert neitt í 10 ár eða eitthvað, skilur. Og þetta var að fara að pirra mig mjög mikið sko. Og ég hugsaði, vá hvað þetta var vel hönnuð skítaklessa hjá bara, þú veist, þau ert svona, þau leggur einhvern í einelti í grunnskóla og nærða að búa til sko, skítaklessuna sem skilgreinir einstaklingin sko. Það er rosa mikill svona ákveða skáldskapur í því. Þannig að þarna var tekið tímabil, ég nenni vel að tala um þetta, en þetta var, hvað var satt ég að skrifa eina bók á 10 árum og þetta var á meðan ég var að skrifa Tímann og vatnið. Þannig að ég hafði gefið út bók sko 2006 kom Draumalandið út. Þetta var, fréttin var 2016, þannig að Draumalandið var þarna inn á þessu tímabili. Þannig að ég hefði fengið íslensku bókmenntaverðlaunin 2 á þessum tíma. Ég hefði fengið 2 grímutilnefningar á þessum tíma, af því ég var líka leikskáld. Ég tók þátt í 2 leikritum, var með 2 bækur sem fengu báðir íslensku bókmenntaverðlaunin og var svo í heimildamynd sem handritshöfundur og leikstjóri sem fekk Edduna. Þannig að þetta var í rauninni frjóasta tímabilið mitt, pluss það að ég hafði selt sko, á þessum tíma hafði ég selt, og svo var bók rétt óútkomin sko, það var þannig að Sofðu ást mín, smásagnasafnið, var alveg að koma og ég var með allan burðinn að Tímann og vatninu sem að hafði verið, þannig að ég seldi, held ég, 40.000 bækur á Íslandi á þessum tíma. 40.000 sinnum 5.000 kall bókin eru 200 milljónir í veltu. Og þannig að ég hefði fengið eitthvað styrki, ég hefði tífaldað þá inn í hagkerfið, það hefði skilað sér bara í virðisaukaskatti að jöfnu og síðan hafði bara ein blaðsíða í Draumalandinu leitt til þess að LG fyrirtækið efndi í alþjóðlega auglýsingaherferð og leigði hörpuna í viku og flaug til landsins 3 flugvélum á áhrifaveldum eitthvað, og þá er einmitt spurningin sem að þau líka neita sér ef ég næði réttlæta það efnahagslega, er ég þá ekki falla líka í gildruna að allt sé mælanlegt út frá ykkur svona, en það var ótrúlega merkilegt að sjá að það var að ljúga því að eitthvað sem er til var ekki til. Sem var eitthvað sem ég hafði aldrei ímyndað. En það er alltaf líka byggist á þessari gömlu hugsunar ekki, að því að það eru nýjir tímar og margir sem að skrifa handrit hafa þurft að berjast fyrir að vera kallaði rithöfundar eða handrita gerð sé líka höfundaverk og þú veist, það er merkilega svona tími lengi að líða og lengi að 19. Ég átti mér þess að umsóknir laun þar sem ég sagðist allir skrifa handrit sko. Þar sem ég var að skrifa þannig að Nei, kannski, en það var líka að vera refsemitt fyrir sko, ef það átti eitthvað svona ólínulega fjölbreytni í ferli. Já, ég er að meina það. Af því að þeir sem að fylgdust með þér náttúrulega bara vissu að þú varst sko ótrúlega virkur og einmitt bara textaskrif og miðlun á svo mörgum sviðum, þannig að það var kannski bara, þannig að fyrir þá sem þekktu var þetta eins bara vitlaust, eða þetta bara svo gamaldags að ætla að fara að telja eitthvað bara innbundnar bækur á ákveðnum tímabil og jafnvel þótt að það meiri sem var vitlaust. En þetta var rosalega vel hnitað því að í þjóðarsálinn er náttúrulega búið að sverta styrki til rithöfunda og gera það sem er sko umfjöllun það þessi allir íslenskir höfundar fá stuðninga ári sem er eins og svona hálft hringtorg, skilur. Ímyndum okkur eitthvað hringtorg væri
svona stort pluss það að íslensku bókmenntamarkaður bara skilar þessu margföldu tilbaka sko, í heild sinni en það er samt eitthvað svona veiðileyfi eitthvað svona dulin beiskja einhvern veginn og þetta einhvers verður einhverjum frjálshyggjumönnum allt í einu eins og engin annar sé styrktur eða engin annar sé inn í einhverju ríkiskerfi þannig að sér ég vel bara einhverja kennara segja bara hvað er þessir aumingjar þú veist ekki bara fólk sem bara inn í kerfunum okkar sko og síðan náttúrulega leti þetta er svona þannig að þeim tókst að segja þú veist ég á móti atvinnusköpun og ég fæ styrki og ég latur skilur þannig og pluss það þetta var svo góð saga af því að ég hefði verið svona benda á eitthvað sem villis mátti fara þannig að þetta var svo rosalega vel hnitað þetta var mjög vel hnitið ára sko og ekki kannski gervigreindar robot sem hefur gert það þetta er virkilega svona úthugsað þetta var vel hugsað sko, já og hefur eitthvað mann, þetta er eitthvað sem þú myndi aldrei vita já, ég veit alveg sko já, þú veist það, já og viltu segja það? Nei. Þetta er eitthvað svona sem þetta var mjög vel hnitað sko þetta var í rauninni, ég hefði þetta kæra alveg fyrir blaðamannafélagið og það sögðu mér allir sko ekki svara en ég var svona í vafa með þú veist það af því að þegar steypa harðnar þú hefur ákveðin tíma þú hefur búið að hella steypunni kringu þig þú hefur ákveðin tíma til að hreyfa þig þá er hún harðnar sko. og allir sagði bara ég láttu aðra svara eitthvað en með því að svara ekki þá var eins og væri bara segur sko. en þetta var ekki mest lesnu fréttir ársins það ár sko. og ég fór þá náttúrulega mjög laskaður inn í frambúðið og svo er náttúrulega frambúðir alveg eitthvað dæmi út af fyrir sig sko. það er náttúrulega bara algjör steik sko þannig að þú veist það er sagan af því já eða þú veist bara reynsla frambúð það er mjög merkileg reynsla fyrir frambúð sko já þú fer náttúrulega ekki þú fer með fjölskyldunni og það er góðu konu tekur alla með sér í frambúð sko fjölskylduna og Margrét konaðin hún stóð með þér aldeilis já gera það sko þannig að frambúð er þarna en þetta er svolítið eins og að vera á bersvæði í 2 mánuði sko. Þetta er ég ber miklu meiri virðingu. Ég held ég hef ekki sagt styggðar yrði stjórnmálamann á internetinu síðan 2016 og ef ykkur finnur það þá má hann láta mig vita. En ég myndi ekki segja að það er sama raskandi undir öllum. Ég myndi bara þetta fólk lagði á sig að fara í frambúð og að taka á sig það álag sem fylgir því að vera á bersvæði og láta velja sér eða hafna sér og mér veist bara þar ertu búin að fá eitt rockstig hjá mér eða eitt virðingastig hjá mér að þú ert þá allavega að taka ábyrgð á þínum skoðunum þú ert að leggja þig fram í að vera í boði og þú gerir það náttúrulega veist í hjarta það er ábyrgð fyrir þjóð og ef ég er ekki í boði þá finnst mér ég og hef mikla skoðunar á þeim sem er í boði þá finnst mér vera ákveðin að þetta ábyrgur ég vil bara að bjóða mig þá fram frekar en hinn sko. Þannig að það svona netið og samfélagsmiðlar hafa gefið okkur svolítið mikið veiðileyfi. Og svo er það náttúrulega sem höfundur líka þá kemur þetta alltaf með hversu langt átt að gangast upp í því kannski vera stjarna eða stórstjarna eða hvenær og það er náttúrulega þá mikil samkeppni og svona harka líka í þeim heimi er það ekki? Ég veit það ekki alveg sko það er ekki miðað allavega ekki í pólitíkinni miklu Nei þú veist, ég meina mér finnst svona alveg ágætis bræðralag svona meðið valt svona innan íslenska rithöfunda ég held að það er miklu harðari áður fyrir þeir svona áttið til að kýla hvernig og áðurfundum RSI en þetta frambóð það sé að þú ert náttúrulega í þessari skrýtnu stöðu að þú þarft að vera ákveðin introvert til að yfirleitt vilja skrifa en svo til þess að selja þá þarft að vera super extrovert og vilja alla athygli í heiminum og sem er mjög svona klofin og í rauninni þarft að vera svolítið introvert bara til að geta verið einn í ár eða 2 eða 3 og verið á eigin fótum og verið einhvern veginn bara þinn eigin vinnufélagi sko þannig að
þannig að þetta er mjög skrítið starf og síðan þetta selja til að lifa og bara þú vilt koma þínu verkum til fólks en síðan þegar þú ferð en þú ert samt kannski ekki ráð fyrir að þú sért landsfrægur eða þú veist, þú vilt bara að fólk vita að bókinni þinni og vita sér til og jafnvel þú sem persóna þarft ekki að vera frægur, bara bókin þín fólk þarf að vita að bókinni og vonar hún taki 2000 eintök í jólabókarlóðinni en þegar þú ferð í forsetaframboð þá ertu í rauninni að óska eftir því að hver einasti maður á landinu ekki bara viti hver það ert heldur kynnir sér það sem þú ert kynnir þér hvað þér finnst hluti og síðan mæti einhvern klefa og kjósi þig sko. Og það er alveg bara það er kannski það sem þú hafðir ekki alveg áttað á þessu kannski ég hafði kannski áttað á þessu og í rauninni þegar ég býð mig fram þá hugsa ég bara ok, ég hef ákveðna sýn og þetta var 2016 Þessi hreppstjóra sýn svona Nei, ekki hreppstjóra sýn, meira svona eins og listamaður eða svona bara meira bara eins og mér finnst ákveðnar áherslur Svona kennarinn, með þessi sjáandinn svona kennarinn sjáandinn bara svona hugsjónamaðurinn bara eitthvað svona hugsjón að þessir hlutir mættu vera stærri finnst mér til þess að við ferum þátt sem ég finnst við geta farið og þá fyrir ekki maður skjótinn gegn þessari gömlu nýlenduhyggju líka sem þú varst búin að vera Já, kannski og svo fannst mér líka embættið þar sem sko fulltrúi þjóðar ég vissi alveg að það hefði komið fram sem Íslendingur og ég vissi alveg að það hefði haft þú veist, ég hafði alveg verið bara ég hafði talað við 1000 manna sali í Þýskalandi þú veist, þannig að ég svona ég sagði ok, ég þóla alveg þetta sko og síðan svona tengslanætið mitt hugsa ég geti alveg kippt í alls konar spotta og fengið fólk til að svona alls konar vettvangur sem að var eitt að stofna til og þá hugsa ég síðan að ef Ísland stendur fyrir eitthvað hafið jökla lífríki í Norðurhöfum að ef við erum með svona super sendiherra sem að getur hringt í hvern sem og allir svara í símann og hittir kongoprest og alls konar fólk að ekki þá betra að hann hafi eitthvað svona að tala hann hafi eitthvað svona að brenna fyrir eða jafnvel eitthvað svona sem hann getur ítt áfram sko. Þú veist, þannig að gæti ég fengið vísindamenn hér og vísindamenn á Íslandi og businessmenn hér og kvikmyndastjórnir þarna getum við fengið eitthvað svona meiri hröðun í að skilja hvert heimurinn að fara. Þannig að það var alveg, þannig að þegar ég var búin að selja mér það, að það væri verkefnið og komist yfir sorgina að ákveðin bók sem var Tjónavarnið myndi frestast aðeins sko. Ég vissi ekkert hvort að ég kæmist eins mikið í hana og ég hefði viljað. En ég gæti talað allt í henni og ég bara sleppa millileiðinum og ég bara sleppa bókina eins og bara og tala og framkvæma það sem kannski stendur í bókinni. Þannig að, og svo má kannski einhverju segja eftir bókin kemur út, þá lendi ég í þessu hlutverki, sko, að ég er alveg búin að hitta kongoprest, þannig að síðan þannig að bæði búin að hitta þarna Karl og Páfan, síðan bókin kom út. Þannig að ég er alltaf í þessu hlutverki, þannig að ég opnaði þarna stóra ráðstefnu fyrir Karl konung, þarna í Hampton Court Palace núna fyrir í vetur og þá erum við 500 businessmenn 500 forstjórar í salnum og þá finnum við líka þannig að ég tala inn í bara svona ultrakapitalisman sko í heiminum og þá hugsa ég að við vorum á þeim stað að ég var þó fegin að verið þó að tala þessi mál sko en þau var ekki bara komin í bakkirinn og búin að slaufa öllum umhverfismarkmiðum og gleðast yfir því að Trump gefi þeim frítt spil allavega í 3 ár. Sko. Allavega hann segir þetta þangað til að það sem þú segir og þessum vettvangi verður sér nota gegn þér sko af gervigreindinni. Gervigreindinni, já. Þá ef það sem þú ert að miðla í góðri trú er síðan raunverulega til þess að vopnvæða. Já, það náttúrulega er þarna það sem verður kannski rétt að fatta núna er hvað margfaldaðist í rauninni hvað í rauninni ríkisstjórnir og bara
alls konar aðilar hvað margfaldaðist geta þeirra til þess að greina okkur sko. Hún 10.000 faldaðist bara á síðustu 2 árum. Þannig að allt sem við hefum lagt fram bara, nei, það er enginn að vera að tekka á hvað ég sagði á Facebook 2013. Skilur, það er bara auðvelt. Það er bara allt komið, það er bara hægt að sækja það bara núna á 10 sekúndum á einhverjum landamærum. Það er nú kannski ekkert skrítið að það hefur verið, sko, þetta er raunverulega aktivistinn sem var að bjóða sig fram til forseta, þannig að það er ekkert skrítið að hafa verið, sko, mikil andstæða. Ja, sko, þegar ég bauð mig fram þá var alveg aktivistinn og ég gat selt mér það sem það aktivistinn en ekki að því ég væri svo almennileg manneskja, frambærileg manneskja heldur. Í rauninni gat ég selt mér það út á verkefnin og það sem þurfti að gera sko. Svona, þannig að það var svona þannig að það var En þessi hæfileiki eða einkenni á þér að þú eru eiginlega að finna allt upp á nýtt einhvern veginn, tengslín við orðin og höfunda hlutverkið og bókmenntirnar og ég veit ekki vísindin og þú ert með nokkur samhengi undir svona fyrir hver einastu bók. Er þetta ekki svolítið gulls í gildi sko fyrir okkur sem þetta í svona til þess að halda vöku okkar gagnvart gervigreindinni, hún getur ekki lært þig utan að sko ef að þú finnur þig alltaf upp á nýtt. Já sko, gervigreindin alltaf er að þróast mér að það sem hún segir að sko ég held að ég var einmitt að hugsa um daginn ég held að gervigreindin sé að fara þess og hún lærir það líka en ég sá ekkert reyna að skrifa text þannig að það væri augljóst fyrir manni að gervigreind hefði ekki skrifað þannig að hann var eitthvað þannig að hann skrifaði eitthvað bara svona ég fór í bæinn í gær helvitis rjómaterta og svo fór ég það var bara svona já, Þú ert komin í samræði við gervigreindina það var texti sem að geti strax en það er svolítið fyndið ef ég fór að persónugreina einhverju persónu það var svolítið þarna með gervigreindinni ég var bara aðeins að rannsaka því mér er slegilegt að skrifa það eða tala það því að þá heldur fólk að maður sé að nota hana þess að mér fannst ég samt vera skylda til að kynnast henni þannig ég fór að spyrja einhverju persónu sem ég var að búa til og þá sá ég það svona einhverjum taktur hún þykist sér rosa flókin en mér finnst eins og það sem birtist okkur sé frekar einfalt og hún lætur alltaf eins og hún geti bara verið Hemingway og geti verið Laxness og bara allir einhvern veginn en hún er svona grunnmódel en er rosa einfalt þannig svo fór ég taka eftir því á Instagram fólk sem hafði verið svona influencerar og voru alltaf að skrifa eitthvað svona persónlegar hugleiðingar þær eru allar eins allt í hennu þannig að ég sá að þau voru all komin yfir á gervigreind þannig að þetta var einhvern veginn svona þannig að þetta verður svona ef við hugsaum svona sjálfshjálparpósta þá myndi þetta vera svona ég var ekki leið af því að þetta var eitthvað svona ég hætti þessu ekki af því á leið heldur af því ég vildi vaksa eitthvað svona og ofta á ensku sko þú veist svona þegar þú segir svona bara ég var ekki heldur af því og svo kemur eitthvað svona quote ég er blóm sem þarf stærri pott eitthvað svona og svo kemur aftur af því ég var ekki af því ég var ekki ég vildi ekki vera á lestarteinum mér vantaði að komast út á hafið eða skilja þetta er svona og ég fór að taka eftir það var allir sjálfshjálpar póstar og svo náttúrulega því ég klikkaði eitt sjálfshjálpar póst og svo þau voru allir svona þannig að þau voru allir ég man ekki eftir að eins uppbyggðir bara já það er bara nákvæmlega sami uppbygging það er bara að því að ég kom ekki í viðtalið til Oddnýjar að því ég var reiður heldur vegna þess að ég vildi miðla ég er skáld sem ég vil segja þú veist þetta var bara svona þetta var svona ekki heldur quote
ekki heldur kvót og það var svolítið merkilegt að sjá þetta sko, merkilegt þegar maður sá þetta allt í bara var eitthvað svona sem maður held að vera úthella sinni persónu bara svona, já, ok, það bara þú bara orðaðir ekki neitt af þessu, það bara fyrst. En ekki samt leiðilegt ef að þú til dæmis bara vaknar einhvern tímann og ert í þessum góða skriftarham og skrifar bara óvart þessa setningu og þá ert þú sem ert að skrifa hana, eða er það ekki leiðilegt bara? En það er kannski gott allavega að vera meðvitaður. Hvert er þá hlutverk þitt sem rithöfundur núna gagvart? Þú ert að finna það upp á nýtt, gagvart gervigreindinni líka. Nei, það bara nota hana ekki, sko. Þannig að ég hef engar sjálfur sér neitt ábreytt hlutverk, sko. Og þannig að því að hún gagnast mér en ekki, sko. Ég hef alveg prófað að bara sjá hvað gerist, bara. En kannski segjum það bara frekar, getur þú svona, ertu búin að sjá það eitthvað að þú ert framsýn? Hún kannski bara svo Google, sko. Já, en má ég spyrja það upp á nýtt? Já. Hvert er hlutverk rithöfundarins, segjum nú almennt, sko, já. Í heimi þar sem að gervigreindin er virk og það er að segja mun hlutverk rithöfundarins að breytast, sko. Það er alveg svona ég er ekki alveg átt að mig á því, sko. Að því að maður sér líka, sko, ég geti tekið þetta í ákveðt dæmi. Ok, hún er að drepa þýðendur, til dæmis. En svo getur þið tekið annað dæmi, bara við höfum ekki haft aðgang að króatíska eða japanska internetinu, skilur. Allt í einu, þú veist, birtast eitthvað svona ofurtæki sem að geta fært okkur kannski einhver hugsun sem að hefur orðið til á síðustu 40-50 árum og gefa okkur allavega einhver innsýn í það að því að það er ekkert búið að þýða allan heiminn yfir á ensku eða, þú veist, þannig að þetta er svona típent, þetta eyðileggur starf rithöfundarins, þetta færi líka texta, sko, textarnir okkar er allt í einu orðnir eitthvað annað. Ég hef aldrei hugsað því að texti minn getur verið hráefni fyrir einhverju vél. Ég hef aldrei pælt í því að eitthvað risasort bókusafn geti verið bara gull fyrir einhverju vél og svo núna eru þeir að segja okkur að þessi vél muni eignast sjálfsvitund á næstu árum, sko. Þið veit ekki hvernig sem er alltaf meira að segja hún sé búin að eignast sjálfsvitund, þannig að við sem lægri vera erum allt í hennu kannski fara að búa til flóknari veru. Er ekki svolítið merkilegt að þetta skulle akkurat gerast, þetta er svona superlíf sem að bókmenntirnar fá eða textinn, akkurat á, sko, rétt eftir að þessa endalösu mentur að bókin sé dauð, þú nefndir á það, ljóð er dautt, rímurnar eru dauðar, ljóð er dautt. Er íslensk bókmenntahefð allt í hennu orðin lykill að því að það veri hægt að tala um ískápinn sinn í framtíðinni. En ég svona ég veit að sonur minn er mjög hrifinn að gervigreindinni og finnst þetta mjög spennandi sem er að gerast. Og ég veit að sko yngri kynslóð er mjög fljót að tilíka sér þetta og bara klárar öll sendibréf, allar umsóknir og bara allt bara strax bara á einni sekundu og bara finnst bara eðlilegt. Stundum er ég að hugsa hvað gerist þegar að ég hef kannski aldrei á ævinni klárað setningu. Skilur, bara þrautin við að hugsa bréf í heild sinni er allt í einu bara leyst, alltaf. Og þú er aldrei búið til bréf í heild sinni. Er það gott eða slæmt? Verður þetta eins og ég man öll símanúmer síðan 1990 en ég man ekkert símanúmer síðan árið 2000. Skilur, ég man öll símanúmer allra vina mína. Þú veist, þannig að ég man 801 símsvarinn í Bláfjöllum, skilur, þannig að 75938 heim hjá mömmu og pappa. Þannig að ég man öll símanúmer síðan þá en ég man ekki neina önnur símanúmer. Mynd þú segja að þú verður einhverju rófi, Andri Snær? Nei, enginn mann, allir muna símanúmer frá þessum tíma, en enginn mann símanúmer frá síðustu árum af því að við þurfum þess ekki. Og alveg sem við þurfum ekki að reikna, fyrir bara í tölvuna, er það gott að leysa hugsun af hólmi. Verðum við einhvern veginn færari með því að einhver komi og
og svolítið eins og ef einhver gerði mér kleift að þurfa ekki að labba aftur myndi það hafa góð áhrif á líkamann minn ef einhver kemur tæki þannig ég þyrfti ekkert aftur að nota vöðvana mína. En þess vegna kannski mikilvægt þetta akkurat að höfundurinn sé ekki bara inn í sinni kompu alltaf sko, að bara að skrifa þessa texta sko sem heldur þessi samræða við listirnar og við vísindina því að það kannski svo samræða og allt skynsviðið og allt sem undir sem kannski erfiðara. Og ég hugsa það einmitt líka, þegar ég fyrir að hugsa þannig að ég alltaf að fara að gera svo marga performance að kannski það bara einmitt það sem að við þokumst út í að svona persónulega miðlun og af því að þá erum við með eitthvað sem að ekki á skjá ekki kannski svona kannski bara að fara eftir þannig í sögur við eldin Jú, af því maður hugsa sko texti náttúrulega lögfræðitexti eitthvað sem að festir svona meðvitaður með þannig það svona sérfræðingarnir og ef bókmenntirnar verða meira og minna þannig text, bara einhver svona textaklumpur en þá hitt eftir það þessi sjálfsamskiptin kannski eða hvað. Já og kannski það bara gott að leysa af hólmi þess kannski lögfræði bara eitthvað svona kóði sko bara og þarf ég ég sé þetta að hafa það sem ég kannski áttum á með gervigreindina þetta að hafa mikil áhrif á rithöfunda og það sem að margir listamenn eru svekktir með einmitt að þú veist, gervigreindar tónlist, gervigreindar bókmyndir, gervigreindar myndlist, gervigreindar kvikmyndaefni, svo gervigreindar bara efni á TikTok og öllu þessu og þessi möguleikar, það má segja að fyrir 3 árum eða 2 árum mátti gefa sér að manneskja hafi skrifað allan texta. Þannig að það mátti gefa sér að bak við hvern texta var svona einhver svona mælanlegur tími sem manneskja hafði eytt í að búa þetta til. Hvort sem var slæmt eða ekki slæmt. Þessi brestur var formlega fyrir 3 árum. Þannig að núna veit enginn neitt hvaðan texti kemur, hvort hann upprunalegur, hver bjó hann til. Það veit ekki einu svona hvort einhver manneskja hefur yfirleitt lesið textan þegar hann kemur til þín, skilur. Þú veist það ekki. Þannig að vélinn getur núna búið til kannski á 1 ári eða kannski á 1 klukktíma meiri texta heldur mannkynið hafði búið til samtals áður en að vélinn kom til sko. Og hún bara getur bara búið til bara svo mikið magn af texta og þá kemur einmitt sko þetta sem verið að tala með að lygi sé bara ekki til þess að telja að trúa um eitthvað annað heldur í rauninni til þess að fá til að trúa ekki neinu. Að með því að framleiða nógu mikla lygi að þá trúir bara ekki neinu. Ef þú veist aldrei hvort. Ef þú veist aldrei, já, þú bara verður bara alveg blindur á þetta. Þannig að núna sko finnst mér ég ennþá geta ef ég fer á netið það svona, já, það svona blær yfir myndinni. Hún gervigreind. En svo alveg að fara að koma bara það sem ég sé það ekki lengur, skilur. Hvernig það að fara að þróa tilfinningu mína fyrir fréttum, tilfinningu mína fyrir upplýsingum. Nú þegar algjört kjaftæði sem að les bara, þú veist, kemur á Facebook tímalínunum mínu bara þessi amazing saga, þessi kona fór á Suðurskautið árið 1890, bara eitthvað svona kjaftæði, bara eitthvað búið til og alveg bara 3000 manns búin að læka það og deila því eitthvað bara og svo bara skoða maður þetta bara eitthvað bara kjaftæði og þannig að maður hugsa bara hvernig erum við, ekki sem rithöfundar heldur bara, hvernig erum við að fara að bragðast við heimi þar sem bara þykknið af þessu að fara að aukast sko á veldishraða og erfiðleikar með að greina veruleika og sannleika með sama veldishraða og síðan magn upplýsinga að aukast með veldishraða og síðan kannski hæfileiki vélarinnar til þess að skemmta okkur og halda okkur föngnum yfir vitleysunni að aukast með veldishraða. Bara hvert
fer þetta og þá held ég að fólk svona það getur verið að virði bókar sem var gefin út fyrir 2023 bara aukast að þið að setja stimpil að vottað að manneskja gerði þetta að þetta hugsun mannesku og kannski þeir sem hafa unnið við að skrifa fá kannski eitthvað aðeins meira virði sko í hagkerfinu af því að þeir eru kannski geta hugsanlega greint á milli eða hjálpa til við að svona þekkja nema við bara föllum fyrir þessu en það væri allt í lagi kannski sumir segir, eins og þú segir það er bara gaman eða verði til skapandi mix og eitthvað svoleiðis en að því þú hefur sjálfur lent í því að það er hægt að búa til rangindi og þetta verður vopn raunverulega gegn fólki og svo getur maður líka bara farið á hináttina og ekki verið listamaður eða rithöfundur og bara leyft sér bara að horfa og gapa og segja bara núna þú veist, gervigreindin bara stærsta listaverk sem mannkynið hefur búið til mannkynið bara búið að bara taka samansafnaða reiknigetu sína orku, auðlindir námur, setja saman einhverja stóra vél og það bara talar við mig það bara vélinn talar við mig hún getur skilið mig, hún getur sálgreint mig hún getur sagt mér sögur hún getur sungið fyrir mig hún getur skemmt mér þetta bara stórkostlegt þetta bara einu orð sagt stórkostlegt að því þetta náttúrulega sköpunarverk mannsins og svo það sem svo töluvert við þetta að meira sér þeir sem bjuggu þetta til geta ekki útskýrt hvernig hún virkar ég getum alveg farið þangað líka já. Og þið langar svolítið til að fara þangað og bara kannski setjast í búddíska hugleiðingu og gefast upp hætt að vera höfundur ekki? Langar það ekki stundum bara? Nei, alls ekki, nei En að þú ert með allar þessar upplýsingar óréttlæti í heiminum og hvernig hægt að nota þessar upplýsingar gegn fólki gegn plánetunni og allt svoleiðis að þá einhvern veginn getur ekki bara alveg hallað þér aftur og haft gaman, ekki of lengi eða hvað heldur eða núna ertu bara að fara að setjast svona í helgan stein og Nei, sko, ég vil ekki vera að setja mig á háan hest, sko, en mér finnst, ég sé núna eins og gervigreindin bara, ég svona meira að horfa og hugsa og ég skil að hún orðin til, ég skil að hún fara að breyta ýmsu, en mér finnst líka kannski áhvert bara hvað gerist þegar að verkfræðistofa getur í staðinn fyrir að, ég segjum bara ný brú yfir Ölfusá í staðinn fyrir að það sé bara 20 manns á verkfræðistofu að hanna hana í 1 ár að einhver segir bara brú yfir Ölfusá og svo bara kom bara hvað viltu hengibrú eða viltu járnabindabrú eða viltu bóabrú, hvernig brú viltu bara ég svona í stuði fyrir hengibrú eða hvað ódýrast eða hvað bara best og svo bara kemur bara brú yfir Ölfusá þannig að eitthvað sem kannski einhver sem hefur lært burðarþolsverkfræði og eitthvað svona að það sé búið og svo spyr einhver svo hefði kannski verið einhver lögfræðingur sem hefði viljað skoða einhver atriði og það bara gervigreindi bara þannig að ég ræðis að hugsa bara hvað að fara að gerast þannig í fyrsta lagi getur bara vel verið að 3 manna teymi geti gert bara Marvel Comics mynd skilur bara í staðinn fyrir að séu 200 manns í 5 ár þannig að það er alls konar truflun að vera til og þá er svarið þá bara búddísk hugleiðsla fyrir það sem að þannig að hvernig erum við að fara þessi truflun sem er að vera af því að truflun hefur alltaf gerst sko á gólfinu þessi verkfræðingar hátt uppi hafa búið til kerfi sem að leysa af hendi einföld störf verkafólks þannig að þetta ekki lengur að gera svona bara komin robot sem gera það þannig að ef við horfum bara tilbaka bara ok, það var 20 mann sem byggu á Bóndabæ svo komu vélar og sami Bóndabær afkastar eins og 40 manns veist, bara 2-falt meira en 20 manns gerðu ok, og þeir fara þá að gera eitthvað annað þeir fóru þá í sjávarþorpið og þar komu vélar sem að
skopluðu fiski á land og það var til mannafli til að taka við því og vinna hann og fara með hann á landi, þannig að eitt kerfi tók við öðru og svo komu Marel með flæðilínur og allt í einu þurfa bara 10 manns að gera það sem að 1000 manns gerði áður fyrr. Þetta ekki nákvæmum tölur. Og þá flutti fólk í borgina og við verðum millistjórnendur og samfélagsmiðlastjórnur og flokknari læknar heldur við áður verið, sérgreindari, meiri sérfræðingar. En síðan kemur allt í einu vél og röntgenlæknirinn þarf ekki lengur að eyða, hann kemur bara svar strax. Það þarf ekki greina eða byggja á 20 ára þekkingu, heldur kemur bara miklu betri greining á röntgenmyndinni. Og lögfræðingurinn og sá sem ætlaði að búa til brúna og rithöfundurinn og tónlistarmaðurinn og blaðamaðurinn og allt saman einhvern veginn er truflað samtímis af þessari tækni. Erum við bara að virkja meira til þess að knýja þessa tækni? Erum við það að fara búið til vindmyllur eða fallvötnin? Það sem ég finnst eiginlega núna, og menn í alvörinu að koma fram og segja 50% ákveðna starfa muni fara, sko. Lögfræðingar verði bara ChatGPT í framtíðinni, þú veist, bara ákveðna stétt, bara það sem ég kannski meira hugsa, ekki bara ég sé rithöfundur, bara hvernig þetta að fara að hliðra hlutum í samfélaginu. Og rétt eins og þegar ég var tvítugur og var að velja mér starf, þá gæti ég ekki valið mér það starf að vera vefhönnuður eða samskiptamiðla sérfræðingur eða YouTuberi eða bara forritari eða bara þrívítarteiknari. Þessi störf voru ekki fyrir hendi. Þannig að þess vegna spái bara, hérna er verið eitthvað meiri áttatröflun. Væntanlega er þetta að fara að búa til störf sem ég get ekki nefnt núna því þau eru ekki orðin til. Eða er þetta bara að fara að leysa okkur á hólmi þannig að við getum bara glaðbeitt farið inn í veruleikann og fara að laga hann, skilur. Erum við þá bara losnað hendur, þú veist, þurfum við geta verkfræðingar, rithöfundar og lögfræðingar farið bara svona glaðbeittir með haka og skóplu og lagt borgarlínuna, skilur, því að það verður bara svo mikið að verna lausum höndum til þess að eða bara að gervigreindin leggja borgarlínuna og við getum farið að skrifa ljóð. Nei, gervigreindin er ekki farið á erfiðara með þennan haldfastu veruleika. Erum við bara að fara að rækta grænmeti og leggja borgarlínu. En er ekki samt alltaf spurning, þetta er gríðarlega geta og þekking sem við safnum saman og allt svoleiðis og jafnvel eins og segir framsýni einhvern veginn innbyggð. En ég meina réttlætið náttúrulega er ekki innbyggt. Ef maður trúir, sko, það fer eftir, þá kemur svona ákveðin pólitík, sko, þú veist, það fer svolítið eftir hver ákveður hvernig á að nota þetta og í hverra þáu. Já. En við ætlum nú að hafa þetta persónulegu nótunum og tíminn er eiginlega búinn, sko. Erum við ekki búin að tala aðeins persónulega en hérna, þá vil ég spyrja eins og Gunnar Smári spyr alltaf, hérna, upplifir þú að þú hefur verið elskaður sem barn? Já, það er alltaf ekki stórspurning. Já, ég held ég að bara búið við ástríkt uppeldi. Ég mér að hugsa oft þegar ég var að byrja að skrifa að var að lesa alltaf þess að þú veist, þegar var kannski tísku að skrifa sína brotnu æsku eða eitthvað. Ég gerði mér þess að ljóð einu sinni sem var að takast á við þetta. Hvað æsku minn var stabíl. Þannig að ég hugsaði hvernig ég skrifaði 17 ára líf mitt eins og Jæja Hassan. Bara, það hefði verið mjög ólíkt ljóð bara. Mamma og pappi komu heim úr vinnunni og ég spurði, hvað er í matinn? Það er spagetti. Frábært, mamma. Ætlum við að fara á skíða á morgun? Já, ég vona það ef veðri verður gott. Það var svona mitt Jæja Hassan ljóð, sko. Þannig að, jú, ég sko var í rauninni óvenju heppinn. Held ég hafi verið óvenju heppinn með svona fólk í mínu uppeldi vegna þess að eins og ég átti góða foreldra og á ennþá góða foreldra. Pabbi afmælisdag 16. maí 78 ára góðu fór mig. Síðan einmitt þarna afa, ömmur 3 afa, 2 ömmur mikinn stóran frændgarð. Þannig að það var svona mikið svona
mikil stór fjölskylda. Báðar ættir, bæði pappa og mömmu megin og svona óvenju mikil samheldni eins og við vorum með þarna búgarð á Melrakkasléttu og verum með og þú veist að þar sem að var ekki skipt viku heldur ef fréttist að ein fjölskylda verið að fara þá ákvað alla fjölskyldunar að fara sko. Þannig að við vorum alveg kannski 40 saman undir einu þaki og allar kynslóðir og ekki til dæmis áfengisneysla þar það var aldrei opnað vínflaska þar og var bara tabú að opna vínflasku þar þannig að en reykt út á palli afi reykt út á palli sem var svona hans sjálfskaði en þannig að nei, ég myndi segja það ég hef bara verið heppinn. Það hefur kannski fengið svona svolítið sjóð, þú getur notað þína orku ekki kannski bara að lappa upp á eða lækna sárin heldur að hefur getað kannski það snúðir að ég að reyna að lækna heiminn svolítið eða þannig. Já, bara svona gera það sem ég get sko held ég. Ég held að það sé einhver kallun eða eitthvað en ekki svona messiasar komplex samt sko. Nei. En þú heyrir alveg köllunum einhvern veginn. Já, það er svona óþreyja, svona ef eitthvað, ef manni finnst eitthvað, ef maður sér aðra sín þá kemur óþreyja að láta vita því. Og þú ert að skrifa núna bók, þannig að við getum, og þú segir ekkert hvenær, það má ekkert segja hvenær hún kemur út eða svoleiðis. Nei, það kemur vel, hún er svolítið flókin, en ég er akkurat bara í tyggjóinu núna, í synda í sírópinu komin saman. Og er það skemmtilegast? Það er erfitt en það er næstu því sjaldan skemmtilegt að skrifa á einhvern veginn. Það er rosa erfitt að skrifa. Mér finnst þarna auðveldara að helluleggja heldur að skrifa. Það er aldrei fyrirsjáanleiki, það er aldrei öryggi, það er aldrei einfalt. Það kemur stundum flæði og það komur stundum svona verðlauna momenta sem bara, já þetta var gott. En öll skrefin er alveg svona, ég ætla ekki að láta þetta hljóma þessu eitthvað, en það er bara, mér finnst sko auðvelt að skrifa sumt. Ég geti að skrifað eina blaðsíðu orkumál bara núna, mjög hratt sko. En þegar kemur að búið til persónu, láta hann að segja eitthvað, láta hann að finnast eitthvað, láta hann að vera inn í einhverjum heimi. Það er bara rosa mikil og þung hugsun finnst mér. Öfundastjörnum svona glæpahöfunda sem eiga 3 bækur að lagar. Þannig að geta bara svona skoplaði út. En ég valdi mér svona aðra leið. Þetta er eitthvað svona viðnám, þú trúir á líka það. Þetta er eitthvað, þú ert að fást við eitthvað sem þú veist ekki alveg hvað það er. Já, sko, þetta er því að ég veit aldrei alveg í prósessinu opnast dyr sko. Þannig að ég veit ekki hvað er að koma en svo opnast eitthvað og þá kemur svona góð tilfinning. Andri Snær Magnússon, rithöfundur, hjartans þakkir fyrir að koma að Rauðaborðinu í helgispjall á afmælisdegi pabbaðins og inn í miðju skriftaferli. Við eiginlega gleymdum okkur dálítið. Við ætlum að vera rosalega snögg og heldum við myndum bara afgreiða þetta á korteri. Ég þakka hlustendum og áhorfendum kærlega fyrir að vera með okkur í spjallinu og Laufey Líndal fyrir að varpa samræðinni með tæknibrellum yfir til ykkar og ég minni bara á að dagskráin heldur áfram hérna við Rauðaborðið. Á morgun Synir Egils og svo heldur Rauðaborðið áfram bara í næstu viku. Við höldum áfram að ræða málin og ég heiti Oddný Eir og þakka fyrir mig í dag. Segðu það á Samstöðinni.